Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope. Jæja, velkomnir strákar hérna í Myndkaup Arena. Við erum hérna daginn eftir KR maraþonleikinn. Já, maraþonleikinn. Maraþonleikinn, Steinar, þú ert reglulegur. Já. Við erum með nýjan gest fyrir gamla skólan. Rúnar, velkominn. Takk, takk. Ég var nokkað að spyrja þig hvernig ég ætti að kynna þig hérna til leiks. Þú sagðir, kynntu mig sem er ráðgjafa. Það er jápunkturinn, ég er búinn að ráðgefa þær í 20 ár. Ég vinn sem forritari, en svo er ég náttúrulega bara fyrst og fremst körfubolta nörd. Já. Ég er hluti af statnördunum sem dæmi, sko. Ég held ég skráði sem fagmaður á Japan.is. Ég gera það 15 ára í framhaldsskóla. Já. Það eru margir sem að hafa, sko, þú veist, svona á regular season þegar það er ekki eftirlitsdómarar. Nú ætlum ég að læra það strax. Já. Ég er að berjast gegn eftirlitsdómurum, því að eftirlitsmaður hefur ekki völd til að dæma neitt. Já. Þannig ég er ekki eftirlitsdómari, Já. ég er eftirlitsmaður sem á ensku er commissioner og ég er að reyna að breyta sig yfir í KKÍ fulltrúi. Ég er svona fulltrúi sambandsins á leiknum til að sjá umgjörina. Nú var ég djúpur og leiðilegur. Þetta var djúpt og leiðilegt, en takk fyrir það. Nei, hérna, það er mjög oft sem að ég fengi, sko, að stendur eitthvað svona að þú sért einhvers staðar á vegum KKÍ, einhvers staðar í Eistlandi og vegum Íslands. Mjög oft sem að menn hafa sagt á mig, þú veist, er þessi maður til raun og veru? Ég mjög oft fengi það í einhver svona group chat, bara svona, þessi Rúnar, er þessi maður til, eða er þetta bara djúp rödd? En manneskjan er ekki til. Við sem hefum verið lengi í boltanum, vitum nú alveg hver hann er. Já, já. Mat hefur þurft að þola mig sem eftirlitsmann á leikjum hjá sér, þannig að... Já, en mér líður alltaf vel þegar það er eftirlitsmaður. Til þess eru við. Upphaflega tilgangur eftirlitsmannsins í körfubolta var að koma í veg fyrir svindl. En einu sinni var ég með eftirlitsmann. Það var svo svindl á hvernig? Riddaraborðin voru bara svindl á tíma. Ég meina, Já. Þú veist, í Króatíu í gamla daga, ég man ekki hvað liða var, hvort það var bara síbóna eða eitthvað. Það var bara takki undir borðinu að ef það var síbóna í hag, þá gekk klukkan hraðar. Já. Þú veist, það getur ráðið hvað sekúndunar liða voru langar. Þú veist, það er til alls konar svona út í heimi. Þannig byrjaði þetta hlutverkin. Í dag er þetta meira bara að hugsa umgjörina. Ég las náttúrulega eina frábæra bók veðmál einu sinni mitt, þar sem að menn voru í Afríku að setja upp semst þykjustunuleiki. Þannig að þá var enginn eftirlitsmaður á leikinum. Nei. Það setti bara event og svo var bara einn gæi bara í einhverju tölvu að spila leikinn í tölvu eins og hann væri að gerast í alvörunni. Þetta fara bara eins og hann vildi, þannig að styrlundu voru honum í hag, sko. Já. Þetta var menn að gera ítrekað í Afríku og svindla pening út af veðmála síðan. Einmitt. Ég hef líka séð svona eitthvað U19 leikur í Mið-Austurlöndum sem aldrei átti sér stað, sko. En sko það sem ég ætla að segja er að það fauk í mig og landan síðustu misseri kringum alls konar leiki og alls konar dót sem hefur verið að gerast. Þannig að ég var eitthvað að senda á þig og spurja þig að einhverjum hlutum og þú ert alltaf mjög hjálpsamur með góð svör. Ráðgjafi. Bara sérstakur ráðgjafi bara til mín á Messenger. Já, þú ert reyndar 100 eða 200. Nei, ekki segja þetta. Ég er sérstakur. En ég hef gaman að hjálpa. Ég upplýði mig sem sérstakur. Já, það er gott. Bara hugum þannig. Það er svona, en þú veist, ég ætlaði ekkert eitthvað að kafa í eitthvað djúpt í þetta, en svona, það er samt svona út frá því að við förum núna að bæla bara í leikjunum og einvígunum og allt sem er framöndan og gerum upp seasoni hjá liðunum sem eru úr eitthvað svona. Það eru alltaf svona einhver atvik sem hafa verið að koma upp og það er svona eitt sem að fer svo mikið í taugarnar á mér sem ég skil ekki alveg. Þannig nú ert þú eftirlitsmaður og ég er ekki að saka neitt svindla eins og Keflvíkingar sögu Valsara daginn. Nei. Það eru menn bara að tala það er bara Valsari á skotklukkunni eða eitthvað og hann er bara látið þetta seint af stað eins og í Króatíu í gamla daga, skilur. Er samt ekki skrítið og fyndið að þú ert með leikmenn orðið í deildinni sem kostar bara yfir 10.000 evrur á mánuði fullt af liðum. Það er verið að setja þetta vílíkan pening í þetta. En svo eru skotklukkur ennþá og ritarborð, bara á KR þá er bara kvennaliðið að sjá ritarborðið. Og hjá Val eru það bara stjórnarmenn Vals sem að sjá ritarborðið. Og aftur, ég er ekki að segja þessi á svindla, en þetta meikar samt ekki sens. Nei. Þú getur haft áhrif bara beint. Það er eins og ég segi, ef maður grípa þetta, eins og það eru menn að segja dómara, að þeir sem búin að ákveða að vera á móti einhverjum og sé að svindla. Svo einhver pistill eftir einhvern mann sem ég sá á Facebook daginn. Ég segi bara, það er mjög erfitt að svindla sem dómari og er kannski bara ekki nógu góður.
gerir bara mistök. Já. Það er eins og Riddarborgin. Ef þú ert ekki metnaðargjarn og vilt gera þetta vel eins og bara Riddarborgið Borgarnesis. Strákarnir sem eru í Borgarnesi eru þeir bara vilja vera bestir. Þeir eru líka bestir, þeir eru alltaf með landsleikina. Já. Þeir, Skúli og félagar. já, en það er málið að það er félagunum er að fjölga sem leggja metnað í þetta, en það eru of mörg félag sem að Riddarborgið er bara afgangsstærð. Og þá lendur með fólk sem er ekki vant og gerir frekar mistök því miður. Og þess vegna einmitt eftirlitsmenn settir alla úrslikenni til þess að ef það verða mistök að þeir geti þá tekið að því. En það er ekkert að, ef einhver gleymir að starta skoðklukku, þá get ég ekkert farið og bakkað 2 sekúndur. Nei, en þegar að þú gerir það, Já. að þá væri þægilegra að ég er á skotklukkunni en ekki einhver úr kvennaliði félagsins eða stjórnarmaður. Það er þegar að leiðilegu, óþægilegu mistök atvikin komu upp, að þá ekki hægt að segja neitt, því þarna bara einhver óháður skilur mig. Ekki það með þetta, þessa busturinn hjá Kára. Já. Að Hrafn Kristjáns fór nú að sokka menn á bónusspjallinu með slow motion upptöku með sekúndu brotanum alveg. Ef það er einhver sem elskar að sokka menn, frá því að hann þá grípur það Hrafn Kristjáns. Hann sleppur honum og það undir 0,4. Já. Þannig að Daniel Guðni getur leyft hennan sokk. Já, en þú veist, en pælingin var sko, fór klukkan of seint í gang, fattur þú? Já, en það er ekkert að vera með miðju klukku, það er bara sér klukka sem hann setur upp í vídeóið, sem að hann bara tekur tíma og rúlar bara sekundu brot í slow-mo og bara snertir og sleppir innan 0,4. Og málið er að þú manst örugglega ekki eftir þessu, en þegar ég var að þjálfa Hamar, þá lenti ég í nákvæmlega sama atviki. Fjölinni? Nei. Var ekki móti Fjölinni? Nei, það var allt annað. Þar voru þær bara tregar á klukkunni eitthvað í símanum í staðinn fyrir að vinna sjálfboðavinnuna sína, sko. Það var öðruvísi dæmi. En nei, ég lendi í því sem sagt að það eitthvað 0, ég man ekki alveg hvernig eftir. Pétur að þjálfa Blika og Samuel Prescott í Breiðablik. Og þetta alveg bara svona úrslitaleikur hvort liðið kemst beint upp eða eitthvað, minni mig, eða svo komst Höttur beint upp eða eitthvað. Það var svona stórleikur og það nákvæmlega sama situation og ég alveg eins og Danni bara kann ekki í reglurnar greinlega upp á 10 þarna segi bara að þeir geta bara tekið alley-oop. Þannig ég sit, skilurðu, ekstra gaur náttúrulega á innkastmannin og svo raða ég einhverjum undir körfuna til að leyfa ekki backdoor cut og alley-oop og eitthvað svona. Svo bara senda þær á Samuel Prescott, gott ef Gabriel Möller tók ekki innkastið fyrir Blika. Og hann grípur hann og setur þrist, 3 metrum fyrir utan þriggjastellinuna. Og ég bara eitthvað að brjálaður við engan eftirlitsmann því að það var enginn á fyrstu deildarleik, skilurðu, og þetta var enginn playoffs. Og það var bara, sorry, leikurinn er bara búinn, þú tapaðir, aumingiðinn. Og ég bara eitthvað, það á ekki að vera hægt að grípa og skjóta á 0,4 og það átti bara alley-oop og ömulega uppteiknuð vörn hjá mér, alveg eins og Danna, þú veist, hann dekkar ekki Kára. Craig Möller er einhvern 3 metrum frá Kára. Já. En núna veit allt Ísland regluna fyrir næsta svona situation og undir 0,4 þá verða menn dekkaðir. 0,3? Yfir 0,3 fyrir ekki. 0,3 stendur í reglunni, 0,3 máttu grípa og skjóta. Já. Þannig að hann hafði aukatíma miðað við regluna. Djöfull var Kári fljótur að releasa samt. Þetta var ekki venjulegt skot, þetta var alveg bara svona... Hann tók bara ferðinni, sko. Já, hann tók hann raunir bara færi bolt, hann bara færi bolta til inn í skotið, veist. Hann fleygir honum. Já, hann nánast bara svona blakk. Er Kári mest clutch leikmaður sem að okkar mann eftir og þú mátt alveg koma með eitthvað gaur frá 1950? Ég man ekki svo langt. Brynjar Björns for clutch. Hann og nokkra. En Kári á svona marga stórar svona. Pálmar á í landsleik og Reynir Kristjánsson. Já, minn maður. Íslandsmeistari þegar Haukarinn Njarðvík í framlönduleik. Já. Það er náttúrulega... Það er ekki fyrir titli, sko. Já, nákvæmlega, þú veist, á útivöldi. Það er stærsta svona clutch-skot sem við fyrir tekið. Það væri listi, most clutch íslenski leikmenn. Brynjar átt á móti Snæfell þarna, eitthvað trist minni mig. Og svo yfir Pétur Rúnar spinnmúfið á króknum. Já. Jú. Eða var það í KR? Það var á króknum. Það var ekki í horninu. Var það ekki ári eftir hann var á króknum? Eða var það... Ári áður. Ári áður en hann fór á króknum. Já, hann fór eftir það. Förum bara í, strákar, leikina í gær og bara einvígin í gær. Mér langar svolítið að svona reyta liðin sem eru úr. Við ætlum líka að gera það í fyrst deild. Nú eru 3 lið sem eru búin að detta úr. Ég ætla ekki að byrja á IR-seríunni, það er svolítið síðan. Mér langar að byrja á því sem er svona ferskt. Ég ætla að
byrja bara á KR Stjörnunni í gær. Hvað er þetta ógeðslega vel gert hjá Stjörnunni bara að koma tilbaka 17 stigum undir, Ægir mjög svona tragically meiðist, með meiðast, en þetta var alveg bara svona, ég man í einhverjum fótboltaleik þegar löppin fór af Eduardo da Silva í Arsenal-leiknum. Ragnar Lóa í fótboltalandsleik kvenna eins og það bara, allt liðið fór út á grátandi, sko. Já, og liðið alveg svona lengi að þú veist bara svona, það sér eitthvað disaster, þetta var alveg bara svona... Mér finnst þeir sem alveg höndla þetta vel liðið. Mjög vel, hann fór bara fyrir aftan bekkinn, þeir voru bara... En þú veist, maður bjóst alveg við því, bara 17 undir, sérð fyrirliðaðinn einhvern veginn bara brotna þarna, ekki brotna andlega heldur physically. Já, bara aflögun á hendinni, skilurðu. Já, þetta var ekkert eðlilega hart að vera nógu, þú veist. En það ekki samt oft, ekki síðan einhver dæmi það, veist, þegar það gerist eitthvað svona stórt, þjappa menn sér saman og hinir anstæðingarnir verða einhvern veginn svona Værukærir. Værukærir, gott orð. Já, við erum ekki að taka eitthvað af Stjörnunni með að segja eitthvað svona, en þetta er bara ógeðslega klassískt að þetta gerist náttúrulega. Já, nei, ég er alls ekki að taka þetta af Stjörnunni, veist, þetta er bara svona típist. Hvort voru þeir geggjaðir eða KR umulegir í kjölfari? Ég meina það kemur svakalegt rönn. Leikurinn var semi-búinn. Á báðabúa, sant? Já. Ég náttúrulega sá ekki leikinn þannig. Stjarnan var nýbúið að taka rönnana. Hvernig sást þú ekki leikinn? Því ég var í Njarðvík að horfa á eftirlitsmaður. Ertu þú ekki með símaðinn og appið í gangi á... Ég er ekki að horfa á annan leik. En þú náðu framlengingunni? Það voru 2 tímar Þá var ég að keyra heim. Leik held ég. Já. Ég var að keyra heim. Okay. En hvað ætlaði að segja? Það var rönn, KR yfir 10 hálfleika eða eitthvað. Svo tekur Stjarnan rönnan í byrjun og eru bara búin að jafna að komnir yfir mjög fljótlega bara eftir 5 minútna leika eða eitthvað og þá meiðist Ægir minnum mig. Og þá taka þær ekki aftur þá rönn, Stjarnan. Manni þetta rétt. KR og komast þá 17 stigum yfir. Stjarnan byrja á rönni, Já. í 3. hluta, 10-0 rönni. KR náðu svo aftur upp í 12 stig, sem fer alveg upp í 17, það er 17 stiga munur þegar Ægir meiðist. Já. Þannig að það var komið 1 Stjörnurönn og KR svöruði því alveg svakalega vel og aftur náðu þeir bara að byggja ofan á forystuna sem að var í hálfleik. Og svo kemur annar rönn og bara never ending rönn, sko. Já. En samt þessu, því ég hlustaði á framlengingarnar. Stjarnan kemst, KR kemst sko 6-0, 6 upp í framlengingu. Já, í báðum framlengingum. Já. Það er einhvern veginn. Það voru bara svo ógeðislega mörg stór skot. Það var þristur hjá Pablo eftir sóknarfrákast, strax þristur hjá Janis eftir einhverja skora. Já, þegar það var 30 sekundur eftir. Og svo náttúrulega bara átti Hilmar Henning svona 10 klöts stig í þessum leik, talandi að vera klöts. En líka allavega með það sem ég var að hlusta á lýsinguna, Luka Gasic virtist alltaf vera einhvern veginn að fara á körfuna, sko. Hann var svona alveg í lokin fannst mér hann. Þegar KJ er ekki inn á hjá KR og Linnart svo sem líka, hann getur alveg dekkað hann eitthvað. En þegar sérstaklega þegar KJ er ekki inn á, þá ruslar Gasic mönnum til eins og þegar Haukur Helgi var að spila í 8. bekk. Og bara svona setur öxlina undan sér og bara miklu sterkari og bara ruslar Þorra og Tóta og þessum gaurum til, stoppa bara til körfunni og bara leggur hann bara spjaldið onni, bara svona auðveldar en Badmuskir. Hann var líka mikið að lenda með Friðrik Anton á sér sem ekki þekktu vera kannski besti varnarmaður. Þetta var það var Frikki og hvað var þetta fyrst? Þorri spilaði mjög mikið að því að voru villuvandræði og loksins var hann actually góður í sókn. Þeir voru báðir enda mikið fannst mér á Gasic. Þetta er ekki bara breaki hann physically og mér finnst líka svo fyndið sko Lothier, hann veður á körfuna og hoppar upp og þú veist fiskarvillur. Badmus og Luka Gasic. Lothier? Lidei? Nei, ég er að tala Njarðvíkur Lothier. Þú meina Lothier? Þú veist, hann hoppar upp, skilur, en Gasic og Badmus einhvern veginn halda sér bara niðri á gólfinu, fattar þau? Já. Þeir eru svo miklu jafnvægi, þó að kom ekki villa, þá bara, þú veist, þeir geta bara alltaf stoppað og bara öxlina undan sér eins og ég minnir mig bara svona á ógeðslega bráðþroska gaur í yngri flokkum sem að rusla til krakkana, sko. Þannig að Lothier fer svona skopparakringla inn gegnum tegin. Já. Já, hann svona fleysir á menni oft eða bara. Þegar Lothier fær ekki villu, sem er frekar sjaldan, þú þarft ekki að kommenta á þetta. Nei. En þú veist, þegar Kane og Lothier og þessi leikmenn fá ekki villuna, að þá bara fórna þær höndum og eru búin að, þá er þetta tapaðu bolti, fattar þau. Þannig að Luka Gasic fer þarna inn og ef það fær ekki villu þá getur hann alltaf bara einhvern veginn stoppað. Já.
Hann var svona svolítið svona man among boys, þarna Hann Það er í lokin. KJ fór út ógeðslega af. segur. Allavega með það sem ég heyrði Heiðarsna lýsa, þú veist. Hann- Það var einhvern veginn alltaf bara að gera eitthvað. Heyrður ekki bara heisa samt aðalega garga? Jú, Heyrður hann eitthvað rísa? Hann var mjög æstur í gær. hún var það gaman. Besti leikur sem hann séð bara á ævinni. Já, Þetta er mjög góð leikur. tilfinning að vera. Já, hann er það. En það er líka gaman að hlusta á svoleiðis. En Gassi skoraði sigurinn eða ekki? Ég Þetta maður þarna ekki, sko. nánast. Jú, örugglega. Jú, KJ bara end to end. Já. Já, alveg rétt. Og Þór engi að brjóta á hann. Nei, Það er lók fyrstu. Og sko- hann hefði mögulega getað fengið end one sko. Því að hekk á síðan á honum hann held svona. sko, nú er ég búinn að sem sagt, horfa á viðtölin og svona umfjöllunina hennan leik og svona. En svo er ég líka búinn að tala við KR-inga, bara fólki sem var á leiknum og eitthvað. Það svona er ekki alveg sama jákvæðinni í KR áhorfendum og í Jakob þjálfara, sko. Bara stoltur og ætlum okkur lengra en ógeðslega stoltir af öllu. Menn eru bara eitthvað, hvað er fokkanum voruð að gera, sko? Af hverju spilið ekki vörð 6-7 stigum yfir Já, já. tvisvar? Það var búið að vinna þennan leik 3 sinnum, sko. Oftar. Ég meina, við komum 17 upp, það var... Vinnur leik svona 10 sinum í þessu leik sko. Þú veist, þetta var algjört tjók hjá þeim að klára þetta ekki, sko. Já, já. Í raun, þá var það það. Takk. En þeir geta samtalið svona eftir mánuð geta hugsað, ok, unnum byggarinn, vorum með góðu sens að vera fjarlög. Sko, ég er með, sko, förum bara og greitum bara season hjá KR, 1-10. Bikar sig náttúrulega inn í því og gefur mikið. Já. Enda í 7. sæti. 8, þeir eru alveg með í baráttunni að vera meistaraskiljur, þeir eru í umræðinni og það er alltaf gott. Þeir eru náttúrulega að byggja upp aftur eftir að þeir fóru niður og allt þetta, þú veist. Þannig að, Þetta fyrsta sísón þeirra í hvað, 5 ár sem þeir eru relevant skiljur? Hvað, hérna, ég ætla ekki að vera með svona drögum lærdóm fyrir hvert lið, en ég er samt með eitt, sko. Og ég veit ekki hvort ég séu sammála, en sko, KR í byrjun, við vorum nú mikið að drulli yfir á Steinar þegar þeir voru með Alexa Jugovic point guard og þeir voru ekki búin að bæta við 4. útlending. KJ var ekki sannfærandi sem bara kom byggt úr skólakanni. Það var smá learning period á nýliða kanna. Og það kom það Vlatko Granic kom hann einhvern tíðan. Já, kom mittu Vlatko eitthvað í korter. Já. Svo fóru þeir í þess að letta pakka alla. Já. Þeir voru náttúrulega með okkar mann. Alexa Jugovic. Nei, hann hérna sem var allt tímabilið og var í fyrra líka. Linnards. Já. Sem að þú seldi mér að væri bara eitt besti útlengur deildinni sem ég keypti á miðju tímabili og svo var hann alltaf valinn það í lokin. Já. Við tróðum því í gegn. Já. Leikmaður ársins í Lettlandi, hann kom hingað. Já. Hann er ógeðslega góður. Og lett eistnenska deildin er ekkert léleg deild. En sko, teikið mitt er að því að nú hef ég dílað við margar stjórnir og ég díla ekki við, en ég tala við fólk sem er stjórnum í dag. Og hefur þú ekkert verið í stjórn? Ég var svona kantinn í Tindastól fyrir 15-20 árum síðan. Það er þetta teik að leggja af staðinn í season svona, sjá svo til og bæta við. Já. Og ég hef alltaf sagt einhvern veginn bara svona, þetta er heimskulegt. Í fyrstu deild þá ertu að reyna. Fyrsta sæti, þegar ég var í Haukum og Hamri, það er ekki eftir neinu að bíða. Þú veist, við bara töpum einhverjum leikjum og það bara verður of seint og þetta er, þetta er 7 mánaða season. Eftir hverju ert að bíða? Og fáir leikir. Fáir leikir. Þú þarf líka, ég er ekki þjálfari og Þú verður ekki. Nei, ég er búinn að segja við Arnar Guðjónsson ræði mikið dómgæslu við mig, sko. Og ég segi alltaf, Arnar, þú ert ekki dómari, ég er ekki þjálfari, ég gagnrýni ekki hvað þú gerir. Þannig að svona er samtalið okkar Arnar. Þú ert eini í Skagafirði sem ert ekki að gera það sem sagt. Já. Sem þykist ekki vera þjálfari. Nákvæmlega. En það sem ég ætla sem múið stenglum á punktinu mínum er að það sem ég ímynda mér sem að maður er þjálfari. Það sem þú ert að segja, að spila liðið sér saman. Þetta er bara, ég er bara á því og svo ætla ég ekki að tala meira um þetta, en sko, ef að KR hefðu bara lagt af stað í seasonið með 4 útlendinga og allir vissu og sáu að Alexa Jugovic er ekki nógu góður. Já. Og ef þeir hefðu bara tekið í gikkinn og tekið Tom Sleimanis eða bara einhvern svona leikmann bara mánuð fyrr, 2 mánuðum fyrr, Þorri hefði strax verið 7. maður og bara svona, ég heldur hefði farið í gegnum þessa seríu, sko. En svo er enda spurningin eins og með Tom Sleimanis, er hann laus fyrr?
Mögulega ekki, sko. Já, VF Ríka sem hann var í Lettlandi, var að spila í BCL, Champions League, og hann er að spila með þar og svo detta þær út og þá kemur hann í KR. Já. Það spurning hvaða menn lausir líka á þessum tímabúti. En þá hefði þeir mögulega átt að vera þá bara með lélega Júkovic og beðið aðeins og tekið þá samt fjórða útlendingin með. Þeir beðu mjög lengi með að bæta fjórða útlendingum við og ég saði þetta hérna áður en Playoffs byrjaði að sko KR er ekki venjulegt sjötta sætislið. Þú veist, þetta er svona, mér finnst þeir betri heldur en Keflavík eða Valur. Já. Allavega ég heldur hefði endað fyrir ofan þessi lið og ekki fengið svona ógeðslega sterkt lið strax í fyrstu umferð og það bara, það skiptir bara ógeðslega miklu máli. Það gerir það. Ég held að þeir hefðu farið einni seríu lengra, sko. Ekki það mist öll þessi 8 liði Playoffs vera góð, sko. Já, auðvitað eru þau öll góð, en Stjarnan eru samt, ef við bara lítum á þetta þannig að þriðja sætisliði sem var Íslandsmeistari í fyrra, topp 3 eru kannski bestu 3 liðin, skilur við. Já. Og það hvað KR voru lengi að drolla þarna í byrjun með að taka einhverja ákvarðanir, það skilar þeim í raun og veru ekki hærra heldur en þeir enda, sko. Nei. En það er svo að hafa liði verið að gera þetta og Valur hefur undanfarn ár verið að bíða með að finna lokahópin. Já, það er bara að finna fleiri yfir höfuð þegar svolítið verið að vinna með þetta. KR og Val, sko. Já. Og það er kannski einhver fyrirmynd sem er kannski í þessu. Þegar svo hefur Valur náð ofta að klára, eða Finnur. Sko, já, þeir hafa gert það, en þar ertu með, og kjarnin hjá KR fyrir að ræða það núna eftir smá, en ég, þú veist, þeir eru með einn A-klassa Íslendingi í Tóta. Þeir eru ekki með nógu sterkan íslenskan kjarna. Þó þetta séu góðir leikmenn, þetta er ekki landsliðsmenn. Þú getur ekki bara eitthvað... Ennþá allavega. Já, ennþá ekki landsliðsmenn. Já. En þú veist, Valur og Valsliðans Finns og KR-liðans Finns voru þannig mönnuð að þeir gátu bara útlendingarlaus unni bara nógu marga leiki til að vera topp 3, sko. Já. Þannig að ég vil sjá bara svona smá meiri professionalisma í því að lið mæti bara á Glacier-mótið í september með liðið sitt. Algjörlega. Hætt að spara þennan 10.000 evruseðil, skilur við. Bara taktu bara fjórða útlendinginn, borgaðu 2 mánuði viðbót, ekki fara eitthvað að slípa þig saman í janúar, febrúar fyrir eitthvað hraðmót vorið. Veist það? Slaft. Þessi punkt, því ég er mjög mikið áhuga maður með Evrópukeppnir. Og íslensk lið takir þátt í því, ég veit að það kostar peningu alltaf, en oftast er íslensk lið að fara í Evrópukeppnir, þá eru þau ekki tilbúin, því að hópurinn er bara ekki tilbúin þegar þessar keppnir byrja. Pavel-lið á Króknum. Já. Það mætti eins og bumbuboltalið út til Unnur samt eitt leik, 1,5. Þeir eru líka að spila um Simon Sút, sko. Já, með Stephen Domingo, túristinn sem við kallum það. En ég get sagt sögur af því off-air, en það er að ég var með þeim hana. En sem sagt, og KR 2017, liðið er að koma landslið er að koma í Eurobasket og hálft landslið er í KR, þeir voru ekkert búin að æfa, mæta einhverju belgísku Belmons liði. Ef að íslensk lið ætla að fara, við eigum að vera með í Evrópu, bera okkur saman við Evrópu, eins og Tindastóll var að gera í vetur. Já. Það er mín skoðun. En ekki þá byrja að æfa 10. október eins og milljarðalið Grindavíkur gerði hérna í byrjun, skiluru, og vera ennþá að sæna einhverja leikmenn bara 2 mánuðum inn í sísonið. Þú veist, af því að þú vinnur ekki titta í september, október, nóvember, desember, nei, en þú bætir þig kannski í körfubolta, sko. Ég man ekki með Þór þegar þeir fóru þarna til Kosovo og spila Evrópuleikinn. Ég veit mann samt að þeir skiptu til öllum útlendingunum sem fóru. Það allt liðið sitt, sko. Já. En hvenær þeir komu man ég ekki, þú veist. Snemma held ég. Þetta var árið sem að Vinny Shahid komu eftir áramót. Byrjuðu 1-8 í sísoninu. Þannig að hvað sjáu þið svona ef við klárum þessa KR umræðu og þú veist, gefum það 8 fyrir sísonið og það er náttúrulega vegur bikarinn mikið, annars væri þetta kannski bara 5, sko. Kannski 5 en svona 6. Já. En bikarinn kemur upp í 8, menn geta bara farið svona ágætlega sáttir inn í sumarið. Finna titil. Ég segi það. Og lið sem er að koma, er að byggja upp aftur. Voru þeir nokkuð í play-offs í fyrra? Nei, það var fyrst play-offs í 3 ár. Já. Þannig að 2 leiki og það var stemning og bikarúrslitaleik og helgi og... Ég segi það. Já, gefum 8. Og eru með, það eru káringar í liðinu, Það ætti að vera menn sem með hjarta. 3 ár ekki meira síðan.
komast ekki í play-off síðast, þar áður voru þeir fyrstu deild, Og þar áður þar fjalluður. áður fjallu þeir. Já, þeir Þar voru, áður voru þeir með Helga Þetta er Magg fyrst líka Helgi og Maggi var að þjálfa í Bubbi Þrellu. fyrir Njarðvík. fyrst skipti í Man eftir. 5 ár sem eru relevant, sko. Það meina frá því fyrir COVID. Já, í raun, sko. En hvað myndið þið gera? Þegar við erum hérna stjórn KR, ég veit þeir eru að hlusta. Þeir hlusta alltaf. Hvað myndum við gera? Ertu bara að resigna alla lettana eða? Ef það er hægt. Alla þrjá, líka stóra. Nei, Hvað er hann gamall? Hann má alveg, þú veist, Vitið það? skipta honum Hann er út, ekkert það skilur en auðvitað, hann var bara mjög solid. En hann var ekki frábær í þessum leik í gær. Mér finnst hann bara frekar slakur í þessum leik í Hann gær. var meiddur í leik 1. Já. Hann var ekki með í honum, ég man ekki hvað það var. Nei, hann var frábær í byggarnum, mér finnst hann ekki góður í gær. Hverjum höldum við, strákar? Við höldum Tóta Turbo, við höldum hérna, Höldum öllu við íslensku. reynum að halda Linnards, Tom Sleimanis, ekki Já. satt? Þetta er svona átó, Já, já, bara svona drífum okkur og reynum að sæna við þá. já. Þórir og þessi tveir. Já. Svo viltu halda Þorra, þú vilt halda Frikka, þú vilt halda Veigari, Vilt ég bara halda, Halda Lars. íslensku, þetta er allt, þú vilt halda þeim. þetta er allt káringar nema Já. Frikki og Frikki Róbert var Barn. frábær í En gær, er það raunhæft að halda þeim öllum? Ég meina Lars er ekki að sjá gólfið, Ekkert raunhæft, en þú En reynir. þeir eru með KF-projektið sem að er, sem er skemmtilegt. Og þeir eru áfram í play-offs, Já. ræðum það eftir. já, það er nefnilega áhugavert projekt fyrir KR. Já. Og unga menn, finnst Það er mér. samt erfitt, skilur við, ef að þú ert Lars eða Veigar Áki, jafnvel, sem er að koma inn á kannski af og til í 2 mínútur. Já, já. Þú veist, það er alveg lið sem að bara vanta byrjunarliðsleikmann. Já, já. Eða 7. mann, bara ef að Njarðvík liggur í Lars, sem ég myndi gera, bara komdu inn í 27 mínútur, Já, það er bara 25 skilur. eða bara 23 ár. Þú veist, það eru úrvalsdeildarlið þarna sem að gæti nota leikmenn KR sem fá ekki að sjá gólfið og þá, þú veist, KF-projektið er spennandi og þar er ég búinn að vera að skora 38 stig og er einhver kóngur, Færið að spila það. en þú veist, Ég meina Frikki gerir það og Frikki nú vorum bara relevant leikmaður í þessu liði. tjóðlega var hann góður í gær, maður. Ég segi það, bara geggjaður, sko. Þannig að Vonandi að hann taki eitthvað svona alvöru sumar, hann elskar nú að labba á dönsku króna allar helgar á sumrin, sko. Mér finnst bara holningin hans og geðvik, sko. Hann er svona luðrast einhvern veginn svona. Ef hann myndi, þú veist, hann getur, ef hann gæti búið til skrokk þar sem að Luka Gasic segir ekki farið frá, það skoraði hann gutta. Já, já. Skilur, ef hann gæti komið sér þangað, þá er hann alveg stór, sko. Já, hann er og náttúrulega með skotið. frábær Já. skot. Frábært skot. Stór maður sem getur skotið, það er. Bara örugglega einn besti skotmaður í deildinni, sko. Skrá hann í eitthvað Top fimm, svona, sex, úst, sko. það er 6 mánuði framöndan. Skrá hann í eitthvað Mjölnis vikingaþreksnámskeið og láta eitthvað geðsjúkling keyra hann í gang, sko. Já, já. Já, og KJ, myndið þið semja við KJ aftur? Bara já, alveg eins, sko. Eða myndið þið explore the market? Allavega, ég er svolítið hrifinn að því að halda saman hóp. Það komið reynsla. En segjum að þú sett búin að halda öllum sem við nefnum og það er svona Lettin og KJ eru eftir, stóri Lettin. Já, Ég myndi halda KJ og reyna að finna eitthvað annað stóra. Já. ég myndi hafa KJ. Hann er ungur, er með einu ári meira. Ég held að, ég er hrifinn, ég er bara hrifinn að því að vera með hóp sem að er aftur. Það er líka bara að skila sér á Íslandi, sko. Já, og ef þú skoður útlendingana þá eru margir búin að vera lengi hérna. En hvað ætlar að komast lengra? Nú tapa þeir fyrir Orra og lausu stjörnuliði, Ægir dettur út og þeir, þú veist, þeir tapa 3-1, skilurðu, og þeir töpuðu nú einhverjum leikjum í lok season líka, það er ekki eins og þeir hafi bara eitthvað að pakka öllum saman. Nei. Hvar ætlið það bæti ykkur ef að þið bæti bara aðeins betri stórumanni við? Það hinn er vera betri. Getur KR sótt einhvern Íslending? Já, já. Þeir hafa náttúrulega reynt að reynda sig ekki Hilmar Hennings sín tíma. Er einhver KR-ingur sem að, þú veist, hvað er þetta? Kristoffer Eikóks í Martin deildinni? Hermansson. Martin sem hann sé ekki koma strax. Já. Hvaða KR-ingar eru? Almar heldur örugglega áfram úti. Já, hann er náttúrulega, ef hann hættir í háskólaðan bara til Evrópu. Allir káringarnir eru bara í KR, sko. Nema Kristó og Já, en Kristó... Þú geta náttúrulega líka sótt. Málið er bara ef það er sækja Viktor Steffensen, þú veist, það gerir ekkert fyrir þá. Þeir eru með fullt af góðum leikmönnum. Þeir þurfa bara að sækja jafn góðan gaur og Tóta Turbo til að taka eitthvað skref. Já. Það er að toppleikmaður sem spilar 20-30 mínútur. Hvernig leikmann viltu sækja íslenskan? Hvernig típu? Hvað er til? Já, segi það. Ef þú mætti velja, skilurðu, hvern myndur þú sækja sem myndi fitta inn í þetta lið? Sem að er hérna á að spila á Íslandi eða? Já. Sem er að spila á Íslandi, ég mætti ekki sækja Styrmi eða eitthvað. Nei. Nei.
En svo, ætla að kasta öðrun í þetta. Er einhver að sækja ríkisborgararétt? Getum við látið einhver hafa ríkisborgararétt? Í KR? Já, bara Deildinni? Deildinni eða bara á Íslandi. Veist, það getur breytt þessu líka, sko. Sko það hljómar ógeðslega heimskulega að því að Tóti Turbo átti frábæra leiki. Já, já. En svo átti hann líka leiki þar sem að, þú veist, hann átti 3 stiga leik, 3 stiga leik. Hann var ekki frábær í gær. Hann með 7 stig í gær, sko. Já, þannig að þú veist, Tom Sleimanis er alveg Striki líka. stríki og góður í þessum síðustu 2, var slappur í fyrir 2. Hann skoraði 3 stig í fyrsta leiknum Já. og boltinn fór aldrei hún í körfuna. Mér finnst þeim vanta bara svona Gótu skorara. go-to skorara sem maður getur skipst á með Tóta. Tóti á erfiðan leik og besti varnarmaðurinn er á honum og þá förum við, og af því að KJ er bara svona, Mér fannst vanlega Tóti og Toms skipta svolítið milli sín sko. mér finnst það bara ekki nógu gott sko. Fyrsta leiknum var Tóti með 30 og eitthvað stig, Já. Toms með 3, í gær var Toms með 30 stig og Tóti með 7 eða eitthvað skilur. Já. En ef við værum með svona bucket getter í staðin fyrir KJ, hann er alltaf svolítið frákastari og varnarmaður og göstlari og Viltu svolítið? ef við værum með Keeson Woods típu í staðin fyrir. Nei, það er ekki fyrir KR. Ekki fyrir mér allavega. En eitthvað svona sturlaðan athlete eins og hann er, já það kannski meikar ekki sens, þeir eru með það. Þess vegna myndi ég bara halda honum sko og Ég veit ekkert hvað ég myndi sækja. bara Sækja liðið. Hilmar Hennings sem að kláraði það í gær. Hann er auðvitskosturinn, eða Orri skilur, Orri Gunn. Já, Er hann ekki laus eða? Orri, Já. er hann ekki aðalega bara með sliti krossband? Jú, en hann kemur aftur eftir hann. Akkur er bara sæna ekki eitthvað núna. Ég veit það ekki. Hvað, er hann á bara eins og samningi, er samningur búinn í Stjörnunni? Vitið Ég það? veit ekki hversu mikið þeir alltaf borga honum meddum allavega. Ég held að KR séu ekkert endilega, þeir eru með svo marga Íslendinga þó að bara einn af þeim sé A+. Þú veist það þarf að selta Þorvald Orra með Frikka í sömu Mjölnisbúðir og fá þá bara 2 til þess að taka eitthvað fucking skref og þá ertu með Tóta, 4 útlendinga, mögulega nýjan stóra kall og nýjan Kana. Þú veist, þá ertu bara, þá geta þeir kannski tekið eitthvað næsta skref. Galla með Þorvald Orra er bara, hann er búinn að sýna að hann getur verið óslega góður. En hann var góður í gær í sókn. Hann setti 2 þrista, hann Já. stöffaði hann að einu sinni og tók 1 handoff og fór inn eitthvað drive snemma í leiknum líka. Þú veist, hann getur þetta alveg, hann þarf bara aðeins að herða sig, sko. Já, það var betri varnarlega. En er einhverju fyrstu deild sem geti komið hjálpað? Þú veist, það er nefnilega það sem ég er að segja, að þeir eru með káafliði sem er í 4. úrslitum fyrstdeildar. Já, já. Þeir eru raun og veru, sko, þeir finn ekki, þú veist, þegar þeir get ekki nota Lars í úrvalsdeild að viti, þá hafa þeir ekkert að sækja í fyrstu deild, sko. Er einhverju haukum? Sigvaldi, jú, Káringur. Sigvaldi, ég hef alltaf verið að því að Sigvaldi getur verið hérna rotation player í öllum liðum, sko. Hávaxinn og hittinn og allt þetta, sko, en En er einhver munur Hólm og Viktor Steffensen? Sigvaldi er svo hittinn. Miklu Já. meiri gæði, svona. Viktor er meiri athlete. Sigvaldi er meiri svona. En þeim vantar ekki fleiri góða leikmann, þeim vantar bara betri toppa. Já. Ég held að Sigvaldi gæti orðið betri enn Þorri, skilur. En hvað er Sigvaldi hann gamall? Hann er á sama aldri á þeirra, hann er 90. eins og Hilmar Hennings og þeir, ég man ekki Já, hvað. 2000. Hann er 2000. Hann er 2000. Nei, hann er 2000. Hann er Hilmar Hennings í 2001 Já, Já, og þeir, já, nei, Hilmar Hennings í 2000. Dúi og Júlli eru 2001. Já. Og Veigar Áki er 2002. við dúi ekki gamall á Hilmar. Nei. Því ég fór sem farastjóri með U15 landsliðinu þegar Dúi og Júlli voru aðalmenni. Já. Gætu þið svolítið Veigar Pál í Njarðvík? Já, Er það, það er bara, þurfum við ekki að hnoða í listasteinar? 5 íslenski leikmenn sem, eða bara leikmenn sem að káringar ættu að taka til að hérna... stuttur listi, sko. Það getur sett alls konar Þú getur leikmenn. sett hann að lista á öll liðin dildinni, sko. Jacob Falko í pointinn. Jakob Falko væri geggja sæn Fá fyrir Falko í pointinn með Tóta í hérna Tvist. tvist. Og Lætur fá Tóms og Stórleitt hann fara og finnur betri já, gana. fá svona athletic þrist. Fá Lotýr í þristinn. Ég er komið með þetta. Já. Kasta þessum 2, losa 2 Íslendinga af einhverjum medium samningum, eða öllum peningunum í Lotýr í þristinn og Jacob Falko í ásinn. Förum þá í næsta lið. Hvað er hann formaður hann að manningin skal fara? Egill. Egill, já. Já, Þú sendur hann bara post. þeir ættu náttúrulega bara að reyna að fá mig í stjórn í heimaðan að Káur liðinu. hefur líka frábæra reynslu af hvítum könum. Býtum nú við, hverjum er ég að gleyma? Já, Sean, nei, hérna, hvað heitir hann? Sem fór til Ítalíu? Já. Þú veit var hann góður maður. Giangi, Þeir voru með Mighty Nuno, Mæti núna, já. svo voru þeir með Darra, Já, hvað heitir hann?
sem skoraði bara reglulega 30-40 stig. Já, sem var í Svíþjóð líka. Já. Ég ætla að segja Sean Burton, en hann var í Hólminum. Já. Shit, ég veit við erum allir með hausnánum fyrir framan. Já, hann skoraði endalaust saman þér. Þeir ætlaði að fá hann aftur einhvern tímann. Já. Sko, förum þá í næsta einvígi og byrjum áður við ræðum sko fjárhagslega úrslitin og potentiali úrslit og eitthvað svona og þessar síðustu seríu sem ekki búin. Förum þá aðeins yfir Njarðvík Grindavík. Hvernig reytum við Njarðvík seasonið 1-10? Sko, Hvað enduðu með KR? 8? Já. já, Svona höfum við með, sko. Hvað Káringum 8? ég nær ekki Slöpp mæting í gær í Æsmarhöllinni. Einhvern veginn... ógeðslega erfitt að gefa Njarðvík einhvern, því maður fannst þér hafa óperformað í raun með hvað maður... Þeir voru einhvern veginn alltaf einhver semi-ströggli fannst mér í vetur. Já. Svo endur þetta bara að komast einhvern veginn í play-offs og vera bara í fínu séns á móti Grindavík. Nákvæmlega, play-offsið þeirra var gott, Já. Þó þeir hafið tapað 3-1. Já, hetjulega baráttan. Já, ég meina, Hún var heitileg. eins og Rúnar sagði eftir leik 3 og þeir voru þreyttir. Það ekki skrítið þegar þeir spila á 5 mönnum einungis. Já. Svo gott sem. Já. Lendast það með villu vandræðum í gær. Engun. Við gefum 6, það er mjög erfitt að gefa svona hærri en 6, sko. Ég Ég hugsa, vil að það líka. Þeir eru líka alveg með 4 dýra útlendinga, ég veit ekkert hvað kostar hvað. nei, Þeir eru með Dwayne Lottier sem er, Við veitum að Dwayne er dýr, við veitum að Milka er proven. já en hann er náttúrulega bara með, það þarf ekki uppihald en eitt fyrir hann sér sig sjálfur sko, hann er bara með laun. og með vinnu á Íslandi og, 17-16 í gær, Já, en 16 frákast í gær, sko. já, hann geggja þessari seríu og fullkomið liði fyrir hann að fá sko, Já. í raun. Nema þegar Sempúl setti 4 þrista í gær. Já, Þá þurfti hann eitthvað aðeins að fara að hugsa sig ekki hann, Rúnar þurfti að Rúnar, já, Milka hugsaði sig ekki um. Sven, hama, Já, og hver er fjórið útlendingurinn? Sven náði svolítið að búa sér til nafni í þessu play-offs. Því Já. sá var glataður oft á tíðum í deildinni og svo allt inn í play-offs er hann bara Average 18 stig í leik. alvöru sharp shooter, Já, sko. og með bara góð skot. Já. Því ég, Sama með Pipkins. já, Það var ekkert feldur á þeim. Skoraði eina körfu seinni hálfleik í gær í close-out-leik, sko. Já, ég veit að þú ert pyrraður út á seðluninu. Já, ég var það. En Pipkins fannst mér bara fínn í þessari seríu, skilur. það var í leik 2 sem hann skoraði einhver haug í fyrirháleik en svo lítið í seinna leik. Já, hann átti 1 Bara allt, hann er bara ekki nógu góður. Nei, hann var ekki nógu góður. Hverjum haldið þið Njarðvík, strákar? Þeir náttúrulega hljóta Veigar Áki, Veigar Páll. já, fyrirgjöðu. Þeir verða að halda honum, annars eru þeir bara fucked. Já, Ef við tölum hreina íslensku. hann er eini Íslendingur sem er... Ef þeir halda honum ekki, hann er í sko, ef hann er samningslaus, þá getur hann sest niður og sagt, ég ætla að fá 1,5. Hvernig ætla þið að sækja í staðinn fyrir mig? Já. Engan. En hann er Njarðvíkingur og mun ekki gera þetta. Nei. Vantar umbósmann, ég get tekið þetta að mér. Tek smá kött. En hann er ekkert eðlilega góður í samningsstöðu, sko. Já. Og ef er bara frábær fyrir þetta lið. Já, og bara ekki að gera, sko. Haldið þið Milka? Förum ekki, þeir eru náttúrulega hljótar en að halda Lott hér. En, sko, þá ætlum ég að fara aftur í það sem ég sagði. Milka er Litái. Ok, hann er ekki að vera ríkisborgarrétt. Þeir vilja það ekki, því að þá missa þeir, ef þeir fá nýjan ríkisborgarrétt, Litáinir, þá missa þeir litáiska. Og hvað vill hann eitthvað fara þangað það? Þetta er eitthvað, Drungi Íla sagði nú einhvern tímann að Milka væri bara kani, sko. já, Hann og Norbert að skíka minn maður hötuð hann af því að hann væri bara að jenki. Væri ekki sannu Litái, sko. Þannig að, ég meina, hann bara college-genginn og bjólengi úti, sko. Já. Sko, eitt sagði, þetta er nú útúr, það er eitt sem sagði með daginn að þetta var að fá Milka í Hauka. Já. Ég var að melta það, ég var mjög mikið til það eftir þessa seríu náttúrulega. Já. Það er frábær Milka í fyrstu deild væri náttúrulega skeppna, sko. það væri svo svindl. Það er í skeppna, sko. En Ég myndi jafnvel taka hann bara í hött, sko. Bara í úrvarsdeild. Bara í svona neðri helmings úrvarsdeildalið, þá tryggir þessi gæi bara ákveðið jafnvægi, sko. veru í deildinni líka. Já. Ég meina, hvað, er hann yngri en Knesevic? Já. Jú, 5 árum eða eitthvað. Ok. 35 var sagt í Það gær. er bara, ég þarf Það ekki, var sagt í gær að hann sé 35 ára. ég held sér ekki 91 modell. Jú. En sko, þið eru bara Njarðvík, við erum á stjórnarfundi hérna. Hverjum höldum við, strákar? Veigar Páli, Við höldum alltaf öllum Íslendingum að því að við eigum enga aðra, sko. Mario væntalega. Við verðum að halda Mario, Já, hann er hann er Íslendingur. hún Íslendingur. Dwayne Lottier myndi ég alltaf velja að halda. Já. Höldum við Sven? Ekkert endilega. Ekkert endilega, fyrir eftir, Bara hvað púslast. já, hvað púslast, Já, hvað kana. drögum það, Já, þú veist. heyrum í þið næstu mánuðamót. Já. Já, eitthvað svo leiðis. Milka 92 modell. Milka? Já. Bara ungur.
Við Pipkins segjum við takk og bless Já, þessi takk að blessa við hann. og við Milka segjum við, Bíðum aðeins. ég held jafnvel að ég myndi segja við Milka bara we are going other directions. Ég myndi bara halda Thank you for your service. En Hvað ætlar að taka í ég staðinn? segi það. Sem er Hann er hann á svæðinu og ódýrar en hann. já, hann er Það örgleg. er ekki þessi gæði á þennan pening held ég. Það er ekki letta nú káir, stóra. Ég held að það kosti bara meira. Það er þetta íbúð og bíl og mat Ekki, og Lettinni Káir var að sem spila. stjórna. Milka samt sko, Milka er Og Milka er stíll. betri þessi letti. En Milka er samt körfuboltastíl og þú veist, Rúnar þarf þá bara að ákveða það, bara langar mér að vera í vörð þar sem að ég byrði til Guðs að Jordan Sembún hitti aldrei. Þú veist, þú getur ekki hedgað, þú getur ekki skipt, Já. þú getur ekki spila ákveðna svæðisvarnir, þú getur látið hann standa undir körfunni og vonað að hitliðið hitt ekki, sko. Já, og með þessu er Rúnar alltaf að fara að veðja á það að hann velja eitthvað gæði sem er betri eða henda liðinu betur. Ég er bara að meina, þú verður að velja þá þennan körfuboltastíl, bæði vörn og sókn ef hann á eitthvað að virka. Ég meina, Benni, hann var með Njarðvík og hann var ekki að sníða neitt að Milka Nei. og Milka satt stundum heilu hálfleikana bara út af því að hann bara gat ekki hlaupið upp og niður og gert það sem að liðið var að gera. Það er miklu auðveldar að þverf með Mario, sko. Mario getur dekka stóra menn og hitt og verið hreyfanlegur. En ákveð ekki bara... Hann gat verið að rótera leikstíl út af Mario. En Rúnar gat það ekki því hann hafði bara engan annan. Nei. Já, ég veit ekki. Ég ætla að spá í því að hann verði ekki aðna, sko. Ég held að hann verði þarna. Ég held ekki. Mér skrýta að láta hann fara. Bæði eftir bara þess að framistöðu Eins og Steinar segir, peningar, þú veist. og peningarna, sko. En þjálfararnir, höldum við Kobba í KR? Já, við höldum Kobba í KR, hann byggir áfram og við náttúrulega verðum að halda Rúnari í Njarðvík, eða ekki? Jú. Bara meðsli og lítið Já, manpower einhvern veginn. Hann gerði bara ógeðslega vel Já. úr því sem hann hafði með að vinna, sko. Og er bara mjög gott, mikið props á hann. Við gefum honum kannski 8 en bara félaginu 6 fyrir að vera ekki búin að sækja fleiri leikmenn, Þeir voru með 4 útlendingar, sko. fleiri íslenska leikmenn. en er ekki líka, ég svo einhvern formann hann í Njarðvík í gær sem ég hef aldrei séð áður. Dóri Karlsson hættur, þannig að komin einhver yngri í stjórnana, spurning hvaða hugarfar er í þeirri stjórn. Já. Já, við erum ekki stjórn þó við séum á stjórnarfundi hérna, sko. Gætum verið. Þú ert ráðgjafi. Þú titlar þessum ráðgjafa. Eins og Pavel sagði, sko, hann er til í að vera ráðgjafi í liða í mánuðinu, ekki að þjálfa Já. það, sagði hann. Hérna, förum þá í síðustu seríuna sem er búin. Hún er það 3-0. Gríðarleg vonbrigði fyrir svona alla aðra en sauðkræklinga sem vilja sem flesta leiki, jafna leiki, skilurðu. Við hefðum viljað meiri hita, við hefðum viljað jafnari leiki. Fínt að fá bara 10 daga pásu og Ég vil bara byrja á að Óskar Tindastóll til hamingi með titil. rólegur. Þetta er búið. Þetta er komið. Rólegur hérna. Er ekki vandræðilegt ef að þeir... Núna mun allir stóla að byrja að væntingastjórna. Nei, eins og Rúnar. ekki þessir veik. Rólegur. Ekki þessir sem að við Nú bara, heyrðu, við erum að fara að mæta stjörnun, Íslandsmeistarunum, sko. Jú, það vantar kannski Ægi og Orragun. Jú. Þetta verður erfitt hjá okkur. Það þarf að passa sig á andlegu liðinni. Það þarf að passa sig á andlegu liðinni. Við munum allir byrja að væntingastjórna, sko. Já, ég er alltaf hræddur í andlegu liðina. Grindavík var valið að Keflavík. Það er bara ofáir heilir í stjórnunum sem eru nógu góðir í körfubolta til að þetta verði að sér. Janis að koma á krókinn og, Já, það verður hitti. Já, ég vona það og ég vona líka bara að Viktor Lúðvíksson er að fara að spila fullt af mínútum. Já. akkur kemur hann fyrir ægi? Það er bara næstu maður að bekkja þeim, sko. Hilmar og Pablo spila bara ást fyrst. Já. Þeir náttúrulega, já, Janis og Luka geta spilað allar stöður eiginlega. Eða svona trist fjark, skiptir ekki máli. Og Sethla Dey og Viktor inni. Já. Hver er annar? Engin. Nei, Luka Gasic, Giannis. Hérna, Sækja bara Dimitrios, bróður. Bjarni Guðmann náttúrulega, ég gleymi honum. hvað ætlum við að hérna, þetta er náttúrulega mjög gott við hjá stjórnunni áfram. Þetta eru 4 útlendingar sem eru góðir, Hilmar Hennings og svo er Bjarni Guðmann 7. maður, sko. Þeir eru samt orðinu ógst að þunnir. Þeir eru það. Bara villavandræði og þú bara komin í brekku. Er Viktor 7. maður liðinu? Já. Er engin undan honum? Jakob og hann eru þarna 7. Ok. 2 af efnilegri leikmönnum landsins síðustu Já. Þannig að, sko, Eldskýrna þá. já, ég meina, eru þeir mikið, hvað á maður að segja, eru þeir langt á, af því að við erum að tala um breytt, sko. 7. maður
mér er alveg sama, Óli er ekki sjötti maður, Kristoffer Breki er sjötti maður sko, Já, já. og Kristó Byrji. Grindavík eru Óli, 4 útlendingar og svo ertu með Kristoffer Breka sko. Þetta er mikið verra. Var ekki Braga Valur Orri. Já, og þannig ertu með Reynslu miklu leikmenn. Bjarnar Guðmann skiluru. Og það gæði sem að gert þetta áður. Já. Það veit alveg hvað er að fara út. Já, fyrir nú fullorðnari gauðra. Já. Þjálfarnir treysta þeim betur. Já. Veit alveg að þeir 100%. munu. Ég meina samansamt með Káir skiluru, út með Þorvald Orra, Friðrik Anton. Það er bara ekki að sama. Þeir eru ekki svona prúin eins og hinnir. En auðvitað gerði þeir Nei, ég er að meina hjá, hérna, er bekkurinn í dag Hjá Stjörnunni. verri hjá Stjörnunni heldur en hjá Káir. Það var mikið verri. Núna bara, þetta eru mittir. Já. Ok. Mér finnst það. Hérna, en það sem ég ætla að segja er að við ætlum að gefa IR einhvern sem eru farnir í snembúið 3-0 sumarfrí. Enda í 7. sæti í deildinni, fengu 1 heimaleik. Gefum 4. Já, náttúrulega skítöpuð sem leik á Sauðárkrók sem að svona setur svolítið í manni líka hvað þið voru umulegir. Klón Aras var ekki með og Tommi Snísi var ekki með í setjarleik. Þetta er leikur alveg hann í hálfleik sko. Já. Ég elska Tomma en ef menn eru farin að tala um hvort að hann sé heill eða ekki á króknum þá eru menn á villigötum sko, þó að hann sé bara frábær leikmaður. Íringar að segja þetta. Já, og ógs mikið tímabilinu og gerði sér alveg. Hann stóð sér vel, hann miðist Tommi þá stóð sér frábærlega tíma. Já, þetta er ekki Tomma að kenna að Jacob Falkó gæti ekki skoraði yfir 14 stig í þessari seríu sko. Nei. Og það er ekki Tomma meiðslunum að kenna Mate Kavas annað sísonur röð lítur út fyrir að kunna ekki körfubolta í playoffs þegar hlutirnir eru óþægilegir sko. Bara þvílíkur regular season leikmaður sko. Kom svona seint að því. Hann breytist bara í playoffs, af því að mér finnst það frábær leikmaður. Í playoffs þá breytist hann í það sem að allir kalla soft euro sko. Já. En meina ég átt alveg, fyrstu 2 leikirnir voru alveg, sveiflu fram og tilbaka. Þeir voru allavega ekkert langt í burtu. Ég vil fara hærri 4 með það. 5, eru þeir ekki bara á pari? 5? Komast í playoffs, aldrei fallhætta. 7. sæti og aldrei í vesinni. Nei, 7. sæti en svo sópa 3-0. Þeir eru unnið eitt leik, hefði ég gefið þeim 6 skilur. 5, ég er til í 5. Höldum við Borse, er það svona stability? Hann verðist passa vel fyrir þann klúbb. Já, veist hvað Ömuleg mæting hjá Ghetto Hooligans í þennan close-out leik. Það voru 20 eða? Var hann á virkum degi eða? Nei, hann var á laugardegi. Já. Svo er annað sem ég er að spá sko, nú ert þú eftirlitsmaður. Já. Og þú ert slæmur maður. Hvað, þú veist, djúvill fór til taugarnar með maður. Þessi vinátta stuðningsmanna. Þú að fá þér bjór með Bobo Dan, mínu manni eftir leik og skiptast á treyjum og setja á Facebook. Viðmót sauðkræklinga, svona svo hvernig þeir líta á Ghetto Hooligans í dag, er svona hvernig litið er á stuðningsfólk íslenska landsliðsins í körfubolta. Þeir eru bara eitthvað að drekka bjór og eru bara eitthvað að hvetja og hafa gaman og skíttapa svo fyrir öllum. eins og þeir sögðu í Þýskalandi 2015, þegar eru 1000 Íslendinga, eða þú ert með 100 Tyrki í húsinu, þá ertu 100 gæslumenn. Og með 1000 Íslendinga, þá ertu 10 gæslumenn. Já. Þannig var þetta innvíðisteinar. Það voru aldrei læti, það voru aldrei óþægjandi. Það er bara því stórlutin unnur, sko. Og þetta var þægilegt. Ef þetta hefði verið sería, þá var alltaf komið hiti. En ef að minn maður Bobo Dan hefði nú látið illa í stúkunni. Ef ég er unnur leik og það hefði verið 1-1, þá hefði hitnað í kolunum. En hefðu þeir ekki getað hitað eitthvað í kolunum með það? Hefðu þeir getað? Jú, stuðningsmennirnir. Það þurfa að hafa eitthvað efni á því. Þeir höfðu ekkert efni á því. Nei. En pælið samt í því, þessi tvölið, við erum smá tölfræði sem að, ég veit ekki hvað margir vita. Þetta er í Tindastól. Þetta er þau tvölið sem hafa fengið fæstar tæknivillir í vetur. Það er ótrúlega með Arnar Guðjóns í brúnni. Það náttúrulega kemur ekki óvart þegar þú ert eftirlitsmaður fyrir norðan og það má allt. Það gerist aldrei. Eins og ég sagði við Matti, eftirlitsmenn hafa engin völd til að dæma neitt. Dómarinn getur spurt okkur álit, en við megum ekki dæma neitt. Sko, nú hef ég þjálfað nokkur sinnum á Sauðárkrók. Og fyrir utan kannski 2 dómara, þá hrífast allir hinir með. Þetta er bara alveg eins og það að þegar Sir Alex Ferguson var með Manchester United, þá var ekki dæmt vítaspyrna á Old Trafford í 20 ár. Eða eitthvað, þetta er einhver galin tölfræði. Og mér er alveg sama hver segir, hver er hversu professional og eitthvað. Það bara hefur áhrif hvernig þú dæmir og hvað þú kemst upp með mikið. Og líka í stjörnu KR-seríunni,
það var önnur lína í Garðabæ hvað Stjarnan mátti spila fast og í Vesturbænum. Þetta er bara human beings, fattur við. Og hversu oft hefur verið þarna með eitthvað lið sem að átti í raun á pappír ekki séns á móti Tindastól og það hefur verið að garga þarna endalaust og úthúða dómurum og staðið þarna yfir mann með einhverja básunu og eitthvað skilur og dómararnir bara, þeir einhvern veginn bara svona, það er auðveldara að sleppa því að dæma bara. Þú fær allt húsið á bakið, þú fær Arnar Guðjóns á bakið. Það gefur mér ekkert óvart að það séu fæsta tæknir til tæmdar á Tindastól. Ég stíða heilsugur að dæma sko. IR er á sama stað, sko, sem hafa á hreinu. Þetta eru bæði liðin, sko. En ég meina að það er bara sama hérna, þegar það eru dómar regular season í Breiðholti. Ég meina við munum bara eftir Grindavíkurleiknum, þú veist, þeir mistu hausinn og þeir eru alveg óþægilegir og það hefur bara líka áhrif á dómara. Við getum líka skrifað það að Borsi er mjög professional í öllu sínu, hann er ekki mikið svona tuði dómurum. Diego Falco er svona leiðtoginn í liðinu og hann finnst mér eiginlega aldrei tuði mikið dómurum nema þegar hann actually hefur rétt á sér. Þegar hann virkilega finnst vera brotið á sér. Þannig að þú veist. En svo eins og þú segir þetta, dómararnir rífist með hana, en svo kemur heim í Skagafjörð og það eru allir skælandi yfir hvað dómararnir eru mikið á móti Skagfirðingum. Já, það er enda mjög fyndið. Já. Það sem að ég bara meina er að þetta eru tveir mögulega sterkustu heimavellirnir bara svona þegar kemur á stuðning, skilurðu? Það þýðir bara meirilæti, ljótari orð og það hefur bara meiri áhrif á dómar heldur en annar staðar og þeir dæma tvær þænir. Þetta er bara svona mjög auðvelt reiknindæmi. Bara eitt punktur í þessu sem ég tók eftir bara í alla vetur og eftir að KR fór niður fyrstur líka, hvað er ógeðslega sterkur stuðningur alltaf í Vesturbæ. Já. Hrósa fyrir það. Já, það er alveg hárrétt. Það er alltaf vel mætt hana og góðu stuðningur hana. Menna þeir fóru niður og þeir voru með fullt af fólki og komu, sko, því ég var að eitthvað fylgjast með áhorfendatölum eða bara myndum. Það var eiginlega alltaf bara 500-600 manns á leikjum til að byrja með í vetur. Það fór svona aðeins niður á tímabili en svo fór það bara upp aftur. Komið líka óvart í þessari seríu að Borsi hafi ekki hent fleiri svæðisvörnum og einhverju ógeð í Sauðárkrók. Svona smá Rúnar Inga pælingum. Já, eða bara, þú veist, box eitthvað. Nú erum við báðir búin að horfa á alla leikina í Haukar Selfoss einvíginu. Já. Ég held ég að við séð 11 mismunandi svæðisvarnar afbrigði hjá Selfoss. Já. Og stundum þá fannst mér þeir ekki einu sinni vita hvað þeir væru að gera. En þú veist, að þeir gerðu það bara eitthvað all in og doppultímuðu einhvern út á miðju, þá var það eitthvað chaos. Já. Og mér fannst aldrei eitthvað, þú veist, þetta var bara alltaf þægilegt. Já, ég meina, sjáu viðtalið Borsi vinn minn eftir fyrsta leikinn. Það var bara ánægilegt að fá að taka þátt í þessu að vera hérna, þetta var svo gott andrúmsloft og eitthvað, ég bara þú vinnur ekki svona á móti liði sem er 5 sætum fyrir ofan þig, sko. Nei. Skilurðu. Þetta var fyrsta sem hann segir. Þetta olli með vonbrigðum að það var ekki meiri hiti þarna. Já. Ég bjóst við meira af ghetto hooligans. Meiri svona. Men það var fullt af þeim í fyrsta leiknum, ekki? Jú. Það mætti hann einhverju haugur. Páskafríði fór kannski illa með þá. Gæti verið. Ég skuldi nú mætingu. Komst ekki í það því þið töpuðu öllum leikjunum. Ég var alltaf busy. Herru, ok, við gefum þeim 5. Já. Hverjum höldum við? Höldum Hákoni, Tómas Orra. Hvaða sögur vorum að Hákon var til Íslands? Þú áttu vinni í Íslandi, ekki ég. Já, ég var vinni allstaðar. Er það eitthvað betur en Ísland eða? Ég er nefnilega veit ekki. Vill hann ekki bara eitthvað prófa eitthvað? Jó, þetta var einhver saga sem ég heyrði einhverstaðar. Það var bara í hérna... Hákon átti gott season og hérna mjög marga alvöru leiki, sko. Hann var mjög góður. Bara mjög flottur. Og það auðvitað íringar að reyna að halda honum. Og vandalega Diego Falco líka. Er það? Það er nefnilega sem ég ætlaði að bæta við. Þú eins og sagði með Kára, hvað þurfa að gera til að fara að steppa upp? Já. Kannski er það ekki Diego Falco. Kannski. Mér finnst Falco frábær, ég myndi alltaf halda honum. Já. Hann átti bara mjög slæma seríu. Já. Arnar Kalli hefur fundið leið til að stoppa hann í vörninni. Já. Karl Ágúst. Úr Hrunamannaskólanum, hann lærði það. Nákvæmlega, sveitungiðinn. Hann lærði það þar, við kunnum að setja upp leikplön. Toppmaður. Þeir hljóta að halda Tómas Orra, hann samdi náttúrulega daginn, hann er með samning. Hákon, Tommi, Kristján Fannar og Bjöggi eru þarna. Já. Kristján Fannar náttúrulega meiddur fyrir helminginn. Hann setti einhver skot núna, hann virtist eitthvað smá þungur í vörn allavega. Bossa jarðan hann einu sinni í einhverju leiklíði. Já. Höldum við þeim? Það er erfitt að finna alvöru íslenska leikmenn, þannig að höldum við ekki bara öllum? Jú, bara svo flestir reyna að gera held ég. Það er erfitt að finna einhverja mikið betri. Það er svo, íslenski markan er bara lítill. Það er mjög lítill.
Já, og menn fá ekki mikla sjensa, sko. Já, og líka bara þegar kemur einhver heim, bara einhver alvöru góðu gaur kemur heim, Kiddi Páls kemur heim á morgun, að það eru bara sum lið eins og ég uppliði með Hauka, skilurðu, við vorum eins og að reyna að fara til Haukamönnum. Þú veist, ég veit bara Kiddi Páls, hann ekki að fara í IR, fattiði mig. Nei. Þú veist, það eru nokkri svona leikmenn sem að gætu dottið inn á markaðinn og þá eru bara eitthvað svona Álftanes eina liði sem að ég man eftir sem að hefur svona komið sem svona nýr klúbbur á markaðinn og náð í bara alvöru íslenska leikmenn. Já. Og það alltaf að byrja að ná einum. Hvernig sem þið náðu því, sko? öðrum. Náðu því. Já. En hérna, Þessi menn vilja vinna titla og það var þá í... já, þú veist, þetta ekki bara, þú veist, þetta ekki þannig að Sindri kom upp og IA voru núna, þú veist, á eftir alls konar leikmönnum heyrði maður, þú veist, you ain't going there, sko, þú veist, að fara í Valstjörnuna, þú veist, það alltaf bara usual suspects, þú endar bara þar. Já. Suðurnesjaliðin, Já, hvað gerir Bragi, skilur? Hvert fer Bragi? vonandi bara til Evrópu, ég held með því, mér finnst það nógu harður. Ég vil að allir, ég er stuðningsmaður þess að all landslið á spila erlendis. Ertu eini skakfræðingur sem vilt gangi í ESB? Kannski. Þetta mikið til Evrópu sinni. Ég get alveg sagt það í loftinu, ég stið það að við gangum í ESB. Já, og förum við fleiri Evrópukefnir. Já, við hefum að bera okkur saman, eins og Tindastóll gerði í vetur. Að spila í sér keppni, þó að það væri, menn köllu þetta teimúkeppni og einhvern fjandan. Það var Steinars. Ég veit ekkert hver það var. Gerði ég það? Nei, ég veit, það voru ákveðni menn sem gerði það. En þarna var alltaf Íslands lið að bera sig saman við önnur lið. Já, og voru bara í góðu séns á að fara eitthvað langt í þessu, sko. Já, Er það ekki minnimáttakenndi í okkur Jú. sem að höfum ekki efni á því að vera með? það er eitthvað svolítið. Menna, stærsti kostnaður einna stærri kostnaðurinn var það að þau eru alltaf að sækja liðin suður. Þannig að ef að Stjarnan, Valur, Grindavík á þessi lið myndi keppa í þessu, það væri ódýrara fyrir þau. En geta menn ekki bara keyrt eða okkur kostar það svona mikið pening? Já, sækja hitlið, já, andstæðingana, já. Við þurfum alltaf, Tindastóll þurfti alltaf að sækja andstæðingana á Keflavíkurflugvöll og svo að koma dómarinn norður. Já, Þannig að, ég skil þig. ég vil, en svo veit ég það að FIBA er eitthvað orðið á mótstæðarkeppni og bla 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 eitthvað. Það eru svona körfuboltapólitík sem ég ætla ekki að fara út í. Nei, ekki heldur. Ok, við gefum þeim 5, reynum samt að halda öllum uppum, vonandi þá bara í Evrópumönnum, eða ekki? Ef við ekki halda Kavas, eða? Ég ætla ekki að halda Kavas. Og ekki Mango Chutney. Hann lifði af Jugo Airport listan allan vetur. En þú myndir halda Klónaras og Falkó? Já, Ég líka. Já, og reyna Klónar er svo mjög góður. að fá betri gaur en þessa 2. Klónaras sýndi bara að hann er frábær. Já. Stimbili, sannaði það svona alveg Já. fullkomlega. Hann er bara geggjaður hérna á Íslandi. En ég ekkert viss að IR sé bara, þú veist, ég var með IR þátt hérna í upphitun þegar Elvar Guðmunds og Bobo Dan komu og þeir voru að tala hérna topp 4, 5 og eitthvað svona. Ég bara ekkert endilega viss það að IR sé topp 4 klúbbur á Íslandi þegar kemur að aðdráttarafli og fjármagni, sko. Ekki í dag. Þú veist, ég held að þetta sé meira bara West Ham, sko. Bara reyna að eiga á 4 á fresti sísón þegar þeir ná að komast í round 2 eða í úrslit og gera eitthvað svona usla, skilurðu. En bara svona halda sér langt frá falli og komast í playoffs. Þetta er bara svona, þá eru menn bara sáttir, sko. Já. Heyrðu, ok, þá erum við búin með þessi 3 lið sem eru úr og ætlum að henda okkur bara í seríuna sem er í kvöld, strákar. Ég veit ekki alveg hvernig þátturinn kemur út, mögulega leikurinn búinn. Eru Valur að fara að klára þetta? Ert þú eftirlitsmaður á leiknum? Eftirlitsmaður á leiknum, þannig að ég get ekki tjáð mér mjög mikið. Nefnum lofur að byrta eftirleik. Sem almennu körfuboltaaðdáandi. Og viltu oddaleik? Ef það er ekki oddaleikur, ef það verður ekki oddaleikur þessar seríu, þá er engin oddalegur í oddaliða. Það er skellir, sko. Það er fyrst skiptið síðan 2014. Já, og það var bara einn í fyrstild. Já. Já, Hauka Selfoss. Við erum fleiri leiki. Við viljum, sem körfuboltaaðdáandi, þá viljum við alltaf fleiri leiki. Já. En sammála því. þetta einvígi er bara svo jafnt að það getur engin, menna síðasta leik, 2 sigurkorfur í saman leik. Mér finnst þetta að vera eina einvígið sem er svona gamla skóla, þú veist, það er svona talað að hægist á leiknum, minna skorað, meira hægt og halfkort og svona. Mér finnst þetta að vera eina einvígið sem svona er bara svona, ok, þetta er playoffs, fattar þau, svona 75, 78, eitthvað mikið af off the ball snertingum. Ógeðslega erfitt að skora bara, skilurðu? Samt er alveg fullt af góðum körfuboltamönnum þarna. Og Hvað er margir júkar í þessu? Margir. Lazar og Igor. Já, Mirza og Jaka. Já,
En svo er hann að Craig Möller og Craig Möller er í raun og veru hann er ástralskur þjóðveri en það er einhver balkanska blóð einhver staðar í honum sko. Já, þú veist, og náttúrulega júggabolti er hægur. Halldór Garðar líka er í raun og veru júggi. Þú sér bara hann er dekkri heldur en hann er bara eins og ég sko. Hann er balkanska, einhver stoppaði Þorlákshöfn einhvern tímann og einhver bátur. Tók heina umferð. Já. Nei, ég segi svona, hann er bara myndalegur, meina ég. Já. Hann er ekki, en hvað ætla ég að segja? Þú veist, Hvernig fyrir þessi leikur? Sko, ég held að Valur klára þetta. Já. Bara, ég hef búin að vera í fyrir seríuna og ég er á því að það. Bara út af reynslu og fyrir störrum, sko, aðalega. Þú veist, minnst liðin bara mjög áþekk körfuboltalega séð og í hæfileikum. Bæði lið með fullt af góða leikmönnum og bara, ég held að það sem að ítir nálinni við strikið, það er bara reynslan hjá Val, sko. dagsformið. Ég fer svo alveg fram og tilbaka með hann leik, sko. Ég er einhvern veginn bara svona sé líka heiminn þar sem að því að Valur hafa svo oft þegar þeir þurfa ekki framistöðu, verið svo lélegir, sko. Já, og það er einhvers staðar bak við eyrun á þessum reynslu miklu mönnum að þeir megi tapa þessum leik, sko. Já, en ég held að vilja bara klára hann, sko. Ég veit það, en þeir eru samt alltaf bestir þegar þeir verða að vinna. Já, algjörlega. Fattarðu? Ef að þetta væri 1-2, þá væri ég 100% á að Valur myndi knýja fram oddaleik. Já. En af því að þeir fara í oddaleik helgina held ég eða eitthvað, ef að þeir vinna þennan leik sunnudaginn, þá ég held að það svona gæti verið bara eitthvað svona, ok, Keflavíkur komin í 12 stigum yfir, þetta er búið, við vinnum á sunnudaginn. Það er enginn að fara að segja það, fattarðu? Og þeir bara tapið með 16. Já, ég held ekki. Ég held bara, þess að segja, þeir hafa gert allt áður. Þeir vita bara að þetta er leikur sem þeir þurfa að vinna. Þeir vilja ekki fyrir oddaleik. Þeir ætla að klára þetta. Fyrir hvort liðið er meiri vonbrigði að fara út í oddaleikúrslitum? Þetta er góð spurning. Þetta er frábær spurning. Bara bæði. Það er bara jafn. Er tapliðið þessari seríu svektast með að komast ekki í fjáraleikúrslit? Þetta er 4. og 5. sætið, skilur. Kannski ásamt KR eða? Ég og Njarðvík life goes on einhvern veginn. Já. KR unnu bikarinn life goes on. Já. En liðið sem að tapar af þessum tveimur, það hlýtur að vera bara eitthvað svona, sísonið þar er þá bara fjarki, sko. Er það ekki það? Já. Ég sé að það sé aðeins verra fyrir Val þetta útfylgur í Keflavík. Ok. Jú, ég er sammála því. Byggt þá bara á síðustu 6 árum eða? Árum, þjálfara, íslenskum leikmönnum og allt það, skilur. En svo getur, kannski vill Valur fyrir gjaldkerleik, fá oddaleik og á heimavölli og fullt af Keflvíkingum og... Já, ég veit ekki. Nei, hvað gjaldkerleikur er aðsnælt hugtak, þetta er bara, þú veist, trúi engan. Búker og Eikoks séu lítið að pæla í því. Já, ég er nefnilega held að líka, sko. Ekki nema þeir eigin í laun, sem ég efast um. Já, það ekki með það að setja fótboltan alltaf, hann hljótar eiga eitthvað pening. Þeir eru samt hættir að setja almennilega í það. Já. Enda voru þeir að tapa fyrir Þór Akureyri á heimavelli. Er ekki aðalstjórnin þar að draga eitthvað saman? Jú, það segir sagan. Það er sagan. Já. Hérna, sko. Já. Þannig að við spáum allir 3 valsigri. Nei. Þú ætlar ekki að spá, þú mátt það ekki. Körfubolt unnandi, þá vil ég oddaleik. Þú vilt fá oddaleik. Já. Þú vilt fá oddaleik og ætlar ekki að spá. Nei. Við spáum báðir valsigri. Já, ekki það, ég hef ekkert mótið oddaleik, sko. Haldið að Remi Martin verið góður í kvöld eftir að hafa sett svona næstum því buzzer-vinner eða? Haldið að hann hafi fengið eitthvað smá sjálfströst bara, ok, ég get alveg skorað á þessu gaura ef ég vil það? Ég held bara að hann hafi ekkert að segja. Heldur þú Arnar Freyr og Danni, 2 svona pass first point guardar í lífinu, séu bara eitthvað að segja honum dreifa eða? Trúið því ekki? Nei, ég held bara að Valur, bara þeir ná að gera leikinn eins og þeir vilja hafa hann, sko. En hann var samt ekkert heldur að reyna svona mikið. Ég meina, hann gæti reynt 4 step-back þrista, skilur, þó einhvers í andlitinu á hann, sko. Hann gerði það back in days. Já, hann hefur gert það. Ég var í leik 2 í sér serju. Hann var alveg skjóta einhversta lengst út á velli, sko. En myndir þú sem þjálfari leyfa honum að taka 5 svona skot í fyrirháleik? Já, ég sé bara gerðu bara þitt, sko. Af hverju gerir hann það? Þetta er smá Pétur Ingvars, bara, Af hverju gerir hann ekki meira því? Verð þú nú bara þú sjálfur og taktu ykkur að geðveikja á þetta, sko. Bara komdu okkur yfir strikið, sko. Hvað haldið að gerist í undanúrslitum? Náttúrulega önnur seríu er náttúrulega bara klár. Það er Tindastól-Stjarnan. Tindastól-Stjarnan.
fæ ég spá. Við spáum alltaf Grindavík Val, eins og við erum að segja hérna. Já, Ég held að það verið Tindastóll Valur í úrslitum. sæll. Ég held að vera Tindastóll Grindavík. 1 og 2. Hvernig gerist það síðast? Fyrra. Í fyrra? Voru ekki Tindastóll og Stjarnan í fyrra? 1-2. Tindastóll var 1 allavega. Mér langar að segja að Það getur verið. Já. mér minnir að umræðan hafi alltaf verið hver nær að blanda sér í þessa tveggja hæsta baráttu allt sísonið, sko. Já. Það sko ég bara sem skagfirringu segi bara Tindastóll vinnur Stjörnuna, veistu. Ég get alveg spáð fyrir Það er það. svo disaster fyrir ykkur að 2 landsliðsmenn séu meiddir og þið vinnið ekki Stjörnuna. Skulum hafa það á hreinu. Stellaði takk. Þá segi ég Arnar out. Arnar vinur þinn out. Þetta verður Og hvernig ætla að ráði staðin þá? Ég vil vita það nefnilega. Baldur Ragnarsson flytur heim. Sagan í haust var hann var verið Þorláksson. Já, sagan í gær var að hann fyrir á krókinn. Ég held alltaf að Arnar sé bara á króknum, sko. Ég var með 2 meisturum daginn á Skagafirði og þeir sögðu bara hann væri bara innanbúða maður þarna, bara er í pottinum alltaf dag, taka spjallið. Hann kann þetta. Konunars farin að vinna þarna og krakkandi komnir þarna. Hann fyrir, Það veri ég í pottinum í Vesturbæli og aldrei býður mér neitt að taka við KR, sko. Nei, Hann fór í Þetta er ekki sambærilegt. hann fór í pottinn eftir að hann var á þeim. Já, Hann fer út á bryggju og spjallari menn. Hann fer í pottinn, hann fer á N1 ábæi og spjallari menn. Hann er mjög duglegur og konan er komin norður, þannig að hann verður allavega eitt verið viðbót. hættir hann því ekki bara þegar hann lendir 1-0 undir? Nei, Það er mjög auðvelt að mæta og hitta mannfólki þegar það velgengur. en hann er svo, þið þekki hann hefur Já, ég er að stóran djóka, kjark. Arnar kann þetta alveg og Arnar er bara mjög skemmtilegur líka. Svo eru Ég held að hann líka bara elski þetta er ekki tilgerðalegt, skilurðu. Svo eins og margir sögðu haust, þetta er maður sem passar inn í þetta umhverfi. Já, algjörlega. hann er náttúrulega úr sveit. Já, nákvæmlega. Hann er sveitakall og Mögulega líður hann betur þar en í Garðabæ. ég held það. Hann keyrði líka bara alltaf á Selfoss frá úr Garðabæ. Nákvæmlega. Sko, já, en ef við förum í hina seríuna, erum við ekki svolítið í... Þú að segja sem bara hart, bara 3-0 stólar eða? Nei. Er þetta ekki alltaf sería samt? Þeir vinna kannski einn heim... 3-1, ég ætla að segja 3-1. Þeir vinna 3-0. Þeir vinna 3-0, það er sóp. 3-1, Stjarnan vinnur 1 heima, eitthvað. Ég er aðalega spenntur að sjá Jani skellt á stúkuna samt. Hann er ekki mjög vinsælt á króknum með það. Máttu tjáðu það? Ég þekki ekki nákvæmlega, en ég veit alltaf að bróður hans var ekki vinsæll. Nei. Og sumasögunar eru að Janni sé kannski ekki eins og bróður hans, en í áttina. Já, við veitum alveg að okkar söðurkræklingavinnir, þeir elskar hann ekkert, sko. Nei. Og just, ég fæði svolítið að sögum svona frá unga fólkinu, þannig að ég á börn sem umgangast unga fólki, þeir eru ekkert, hann er ekkert vinsæll þar, sko. Nei. Og það er ungt fólk í stúkunni, þannig að það verður hitti. Já, þeir elska að syngja fólk. Þeir elska að syngja fólk og við viljum meira það er búið að vera minna núna heldur en oft áður, sko. Það er ekki bara þeir sem sömdu textana er ekki nógu duglegir. Viljum við ekki bara hafa þetta meira persónulegt? Þeir eru bara Stormtrooperinn aftur. Það var eitthvað smá persónulegt þetta í Njarðvík og Grindavík og svo bara svona var það bara einhvern veginn kælt. En ég ætla samt sem eftirlitsmaður að segja að þetta má ekki vera of persónulegt eins og það gerðist í Stjarnan KR í leik 3. Núna? Já, það varð ljótt. Hvað var það? Hvað var það? Máttu segja það var Ég get neður? alveg sagt það því að það öll stjörnustúkan söngu það með Tóti Tussa. Tóku Tóti Og það allt einu ekki? Mér finnst það ekki fallegt. Nei, það er svo sem. Mér finnst það, mín skoðun er það aðeins ég vistir ekki. Mér finnst það bara battalegt. Já. Það er að snútu Tóti Turbo. Já. En það er, Mér finnst það að sleppa. það er allt í lagi. Þú finnst það ekki mér. En hérna, Mér finnst það bara, það er ekki hnittið. Þetta er bara Nei. svona, þetta er svona leikskóla. Já, þetta er svona eins og, já, mér finnst það lélegt tjant, ég er ekki að segja, Já, mér finnst það ömulegt tjant, skilurðu, en hérna, Það er ekki svona fyndið, skilur. já, en þú veist, ég held að hans sé meira bara eitthvað svona, really? Já. Bara svona eins og það er að Hilmar Hennings, þú veist, var að heyra það í 18. skipti, bara eitthvað svona, pappa, strákur, og hann bara svona, ætli þið virkilega ekki að fara að koma með eitthvað nýtt, það er bara, Já, já. þú veist, þetta er ekkert að fara í hausinn á mönnum, heldur eru menn bara, já, ég held að Tóti hafi meira hugsað það, sko, ávonandi. bara svona, já, líka örgulega nýbúin að setja 30 stig, ætlar að fara að kalla mig tussu, Já. weak, En hvernig ætla stólar að taka peningi sem að Daniel, hvað heitir hann? Daniel Dalian Dolens, Brasilíumaðurinn, Dovcik, eitthvað sem heitir. það var lengt. Og setja þann pening bara í grættismenn. já, eða Ragnar Ágústsson,
Þú ert eini eða það ekki, Rúnar, sem Þú ert eini að keyrir Daniel Dolans vagnin. Nei. Ertu ekki einn að Nei. keyra lestina? Nei, það er alveg haugur af fólki í Skagafirði sem elskar Daniel. Já, er hann líka á bryggjunni þá eða? Það lítur að vera. Í dagvinnunni sinni? En elstu hann fyrir hvernig frábær manneski eða hver góður í körfubolta? Sko, hann er ekkit besti körfuboltamann í heimi, en hann, sko, munurinn við það að ekki losna, þegar Ívan fór að fá mann sem nefndi upp í vörn og berjast boltan og hvetja liðið áfram og vera hluti af liðinu, það skiptir mjög máli. Sko, þú segir að hann skorir ekki 25 stig úr 47 skotum. Já. Hann allavega kasta sér í boltan. Menn í fyrsta leik á móti KR í bikar. Hann er gaurinn sem kastlar á því höll saman og hann strax byrjaði að vera. Ég skil punktið þinn. Já. Þú ert með Pétur Rúnar í þetta, þú ert með Ragnar Ágústsson í þetta. Já, þetta er ekki, þú átt ekki að borga einhverjum atvinnumannalaun fyrir að gera þessa hluti, sko. Þetta er the local Icelandic hero. Ég meina, ok. Sem að getur ekki neitt en er að berjast. Ég meina, hann er að skora þrista núna, hann er að komast inn í þetta miklu betur. Já, ég ætla að giska á það að hann mun ekki setja fleiri, hot take hjá mér, hann mun ekki skora fleiri þrista í vetur. Ok, þú mátt eiga það. En það sem ég ætla líka að segja, hann kemur rétt fyrir gluggalok. Já. Ég ætla að gefa mér það þegar voru að skoða einhver aðra líka. Ok. Og hann hafi verið bara ekki endilega fyrstikostur, en áttur þá að ekki taka neitt með það. Því að Ívan var alltaf að fara. Já. Og það því að ég get sagt ykkur aðra sögu. Já. Davíð Skeggs kemur inn svona sem ekki fyrstikostur. Já. Á þeim tíma var Tindastóll að tala um mann sem var heimsmeistari í körfubolta. Og hann vildi ekki koma, þannig að Davíð bara kemur daginn fyrir gluggalok. Hvað er hann í dag? Hann er á Sauðárkrók. Já, íslensku ríksborgar með stoltur. Nei, hann er á Arnari. Arnari. Já, Arnari. Hann verður á 30 daga túra. Já, það er þetta grjóthart. Já, og elskar það. Já, ég myndi elska það líka. Við Steinar erum bara svona pjúristar þegar kemur að útlendingareglunni og það pirrar okkur þegar einhver er sóttur sem er bara svona aðeins lélegri en íslensku leikmenn. Kannski við verðum að vissan hvert hlutverkið hans yrði. Það fer samt í taugarnar með þegar útlenski leikmenn, ég veit að, sko, þetta meikar alveg sens. Tindastóll er með fullt af toppum og góðum leikmennum og fullt af pening og það getur leyft sér að sækja aðeins hávaxnari Ragnar Ágústsson típu. Já, en Raggi er þannig að spila líka. Raggi var náttúrulega meiddur og var í vesen. Já, ég veit það, en þú veist, þetta er samt, sko, í raun og veru er þetta luxury að gera þetta. Já. Þú þarft ekki að vera með hann gaur. Þá myndi bara Ragnar spila meira, Drungíla spila aðeins meira. Þetta er bara svona, þetta er lúxusvara að eyða fullt af peningum í einhvern gaur sem er bara eitthvað jákvæður. En kannski, ég veit ekki hvað maður borgar, sko. Kannski er einhvern miklu peningum. Nei, þó það veri $500 á mánuði, það var samt á mikið, sko. En það er bara mín skoðun. Já, ég er ekki sammála. Daniel er toppmaður. Já. Ég vil hafa hann í liðinu því að hann hjálpar liðinu mórast líka. Já, en það er akkurat það sem ég er að segja. Já. Þegar að íslensk körfuboltalið með útlendingaregluna eins og hún eru farin að sækja erlent vinnuafl til þess að bæta móralinn, að þá segi ég bullshit, fækkum þá í 3 útlendingar, sko. Þessi gaur býr bara leigulaust í hausnum á mér. Ég vakna alla mótna og hugsa þessi maður er núna einhvers staðar í Skagafirði að slíta seðil fyrir það að mæta á æfingar og hvetja menn. Já. Hvar get ég skrifað upp á að fá þennan díl einhvers staðar, sko? Bara fara í pottinn með Arnari og kaldan eftir leik og mæta á æfingar og hvetja menn. Heitir þetta ekki að vera markþjálfi eða? Jú, eitthvað svona. Er þetta ekki starf átt þeir? En ég er bara vorkinni þér í þínu lífi að hafa þetta sé að fyrsta sem þú hugsaður um mótnana. Ég er bara... Eða þá að þú í raun öfundir hann, því að þetta er hans stærsta vandamál í lífinu, þá er lífið gott, sko. Alveg first world problem að díla við, sko. En Daniel er til dæmis, hann er í 24 manna landslið finna, sko. Það er legasaga. Það er svona eins og Raggi Nati 17. maður hér. Raggi Nati bara í landslið. Ég veit hvernig 24 manna hópur finna lítur út af því að ég var eftirlitsmaður á finnarleik í haust og sá bara 24 manna hópinn. Já. Það er svona veit ég hann er þar. Það bara undirstrykka það að Finna get ekki neitt í körfubolta. Henni er að ferðina, sko, fyrir utan Lóri Markkanen, sko. Þeir eru auðvitað frábærir. Nei. Sean Hopkins. En ég vildi bara koma að þessum punktum mínum hérna. Já. En við erum búin að ræða þetta núna í 37 mínútur og ætlum að færa okkur yfir í fyrstu deildina og svo ætlum við að fara heim. Já. Þú fórst á Ottalegg. Nei, þú fórst ekki á hann. Ég var á honum. Ég var að vinna. Þú varst á honum? Bara áhorfandi upp í stúku. Já. Ég sá leik 1 og 5 hjá þeim í þessu einvígi. Sko, nú eru 4 lið farin út. Og við ætlum bara að gefa þeim einhvern og við þurfum ekki að eyða jafn miklum tíma í þetta. Byrjum bara á Snæfelli og Sköllum.
og Hvað er þau töpuðu bæði 3-0. Snæfell var ekkert í play-offs. eitthvað. Jú, þau voru Sindra að töpuð 3-0. Alveg rétt, já. Það er langt síðan og það fór lítið fyrir því. Ef þú ert ekki með á Facebook þá veistu ekki að þeir stoppið í Jökulsárlóni. Þeir voru ekki í play-offs. Jú, vinnur. Þeir voru alltaf nýðsæti. Já, en þeir voru nálagt, þeir voru alveg svona í smá þeir fóru í framlengingum leik 2. Já. Þannig að þeir voru inn í þeim leik, sko. Já. Já, já. Þú manst alveg eftir þessu, við vorum Já, já. við vorum Þetta er svo leikinn. Þetta Skallagrímur tapaði fyrir hverjum? Skítöpuð fyrir Blikum 3 svar. Já. Með 4 útlendinga, Það var close í giftum þjálfara. þriðja leiknum þegar það voru án Sölva og eitthvað Já. close í fram á síðustu 5 mínútur. Og svo eru Haukadóttir út og hvað er fjórðalið? Sýtast út. Það mun vera Kávaf sem að sló út Fjölni. Ja, Fjölni, já. Já. Þannig að þetta eru Haukar, Fjölnir, Skallagrímur og Já. Snæfell. Ok, Hvað ætlum við að gefa með einhvern strákar? Byrjum niðri og upp. Byrjum á Snæfell. Snæfelli. Snæfell. 5. Já. Aldrei fallhætta. Það voru skárra en ég held ángríns, sko. Já. Sturla orðin svona leikmaður, fyrstdeildarleikmaður. Já. Góður. Þeir áttu einhverja leiki á tímabilinu sem voru bara mjög fínir á móti góðum liðum. Já. og þeir eru einmitt, eins og ég sagði áður með Káar, þeir eru að byggja upp eftir að fara langt niður. Já. Það fóru alvöru niður. Það er langt að Já. they did not exist. Já. Getur ekki farið niður. Nei. Þannig að, veist, Það er konum með einhverja leikmenn. Ísak hann flutti aftur heim og Já. ég myndi reynda að sæna þessa Sturlu í úrvalsdeildarliði ef ég væri þjálfari. Hann er alvöru potential í honum. en myndi hann ekki sitja bara á bekkingstar. Jú, hann myndi gera Í það. umhverfinu í dag myndi hann bara sitja á bekk. Ég myndi, hann endar í Stjörnunni og fer í KFG. Hann fer í eitthvað svoleiðis prógram. Ingi er náttúrulega með tengingu í hólminn. Þetta bara setja mikið pening á það að hann jafnvel fyrir Stjörnuna þeir svona tryggja sér það að enn einn nefnileg svona eins og þegar þeir tóku tvíburana að enn einn nefnileg leikmaður farið þangað spili aldrei fyrir Stjörnuna en þeir ætla samt svona að lána hann bara í KFG eða mögulega bara lána hann í Snæfell. Vera venslaðar í Snæfell. Káur alltaf gerður með Reyni Bardal núna, þeir sænuði hann í Káur og svo var hann bara í KF, sko. Einmitt. Búin að vera þar. Hann skoraði enda 4 stíg á síðasta leiknum í Ásgarði, Já. í ruslinu. En hann bara búin að eitt besta leikma fyrstildar síðustu 2 ára eða eitthvað. Hvað ætlum við að gefa Snæfellingum? 5 sáttir? Ég meina, Þeimma flott bara. Okay. það fer eftir hvað ætlum að gefa Skallagrími. Hvað ætlum við að gefa Skallagrími? Það var miklu meira lagt í það lið. Já, nákvæmlega, ég vil gefa þeim undir Snæfell. Ég er sammála því. Og Þrist. Þrist, já. Það er þjálfaraskipti að Pétur láti fara. Það gengur enn verr. Eða eitthvað. Já, Gangurinn enn verr, já. Ætli Pétur fá eitthvað gigg? Já, það er ekki alltaf eftir. Þetta ekki þjálfara Álftanes. Þetta er ekki stór púli, já. Mannheiminn. Þú þekki Hann það? gerði alltaf vel með U20, eitthvað 2 mót í röð, sko. Já, það er oft gert vel með alls svona lið. Já, gerði vel fyrir vestan alveg með svona einhvern veginn fámennan hóp alltaf. Já. En gekk rosa illa hjá honum í Það vantar þjálfara á Akureyri. Hann hefur þjálfað og eða spilað þar. Ætla það ekki að stop to exist? Ég veit það ekki. Nei. Það er alveg metnaður Akureyri, held ég. Eru metnaður á Akureyri? Metnaður. Fyrir hverju þá? Bara körfubolta, þeir eru alltaf að Það reyna. er náttúrulega hann að Sónu Bjark er að koma upp. Já. Svo er hann að Pétur Kariglia sem er efnilegur. Ég held að það væri útlendingur. Nei, afi Péturs, Nick Kariglia, kom til Íslands sem krabbameinslæknir. Ég held að það væri Bosman aðleikmaður. Nei. Allt sísón. Og ég er með þátt vikunlega. Nei, ég dæmdi oft hjá Avans í gamla dagi í annar diildinni. Já, ok. Og John, pappans, spilaði með Þóri í Efstöld alveg heilengi, sko. Já. Já, ég var nú að Já, glænsa. ég held líka. Ég var að glænsa. Já. Það er oft komið gaur á þann maður. Alls konar. Þeir eru allavega eins og því, Sónur Bjarka sem er í 10. flokk líklega Já. og Pétur er 2009 módel. Já. Þannig að það er einhverju þósar að koma upp alltaf. Við viljum líka bara að sem flest lið séu með eitthvað fyndið lið, sko. Bara Akureyri, Hólmurinn, Já, ég menn, Hamar, núna, þú veist, Fjallu. Ég vil bara í fjölgi fyrstu deildu séu bara flest. Ég vil bara sem flest lið séu með körfuboltalið í meistaraflokk, sko. já. Og ef þú þarft að sæna 3 fyndna Spánverja sem vinni Netto, þá bara gerur það, sko. Já. Heyrðu, ok, ég ætla ekki að dvelja lengur við þessi 2 lið, nema þú viljir það. Viltu það? Nei, ekkert frekar, sko. Ég vil fara þá í Fjölni. En sko, jú, ef við ætlum að gefa Snæfell 5, Skallagrími 3 Já. og svo erum við að fara í Hauka á Fjölni. Já. Ætlum við að gefa mínustölu eða? Það er spurning. Mér skalla ekki nú svona versta framist á tímabilinu.
Þeir skallar. Það er náttúrulega bara líka eftir því skiluru Þeir eru með hvað 4 þú gerðir á regular season. Já, ég Þó veit svo það. playoffs fari illa, Já, eins og Haukar tappa, þá voru þeir samt einum leik frá því að fara beint upp. verða, að fara beint upp, sko. Já. Þannig að þetta þarf svona einhvern veginn að haldast í hendur, sko. Ég var bara með þau playoffs þegar ég fór að bulla með mínustölu. Já. Við erum að tala um Fjölni. Það er ekki Óskar bara Jörgensen fer einhvern veginn til sækja engan. svolítið svona fór dampurinn úr þessu við það. Já. Þeir voru með hann kanan sinn Þeir eru með Will sem búin búið hérna lengi sem kana, þannig að þeir í raun eyða þeir ekki í kana-ígildi, Hann er sko. svona flugvallakanni. Þeir náttúrulega eru með hann bara sér þjálfara, hann hérna, Lewis, eða hvað nefnir. Já. Louis Dianculo. Já, Ian Kulo. og svo Fotios hana. Já, svo Fotios einhvern veginn, einmitt, þarna, en svona, Er hann býr bara hérna í dag? já. Galið að hafa hann einhvern veginn ekki, af því hann er seigur, en hann er orðið bara svona, þetta er svo, útlendingaígildi liðsins eru bara svona, að þeir eru þarna. Hvað er hann búin að vera í mörg ár? Njarðvík, 2 í Þór, Hamar, fjórða árið hans. hann var í Hamar. Hamar líka. Fimm. Já, hann er, Fimmta árið hans. 5. árið hans, já. Hvað hann 2 ára í þá að geta sótt ríksbúðurinn? ja, samkvæmt reglunni, en svo er alltaf að sækja og prófa. Ekki samkvæmt Davíð Já, en Geggs, sem að við er varum 2,5 ár. 1,5. 1,5 ár, það er insane. Það er ótrúlegt. En það er búið að slaufa á þetta síðan þá. Það fikk engin íþróttamaður núna síðast. Nei. 1,5 fucking ár. Þegar menn fóru að tala um þetta í pólitíkar hlaðurfum, þá fóru menn aðeins að kúpla sig tilbaka í þessu. Já. Heyrðu, ok, svo erum við að tala um, hvað erum við að fara að gefa Fjölni? Er það 5? Ég meina, þegar í byrjun season, þá hélt ég samt sko, með Viktor Steffo Sigvalda, svo eru við með Lauga, sem er alveg svona góður, ungur, efnilegu leikmaður, sem er að pointa hjá þeim. Og ég held bara svona Viktor og Sigvaldi, mögulega 2 bestu íslensku leikmenn deildarinnar, og spiluðu líka oft alveg þannig. Ef þeir hefðu verið með eitthvað svona point guard kana, þá hefðu farið upp. Ég held bara ef þeir hefðu bara verið með kana, bara Já, í já. hvaða stöðu sem er, sko, bara eitt svona, bara gauð sem skilar ekki helmingi verið tölfræði en Sigvaldi, sko. Já. Bara eitt 24 stiga gauður. Sigvaldi var efstur í öllum tölfræðum, Já. sko. Þannig að ég er svona, mér finnst svo mikið waste hjá þeim að vera með þessa góð, svona A-klassa fyrstu deildar íslensku leikmenn, bara til að vera með. Þannig að ég ætla bara að gefa þeim fjarka, sko. Já, mér finnst svona 5 bara fair. Þeir ná alveg. Þetta var 4, já, ég get 5, 6. 5, já. Já. Ég ætla að vera í 5. En svo erum við komnir í haugana þína og mína fyrrum. Og eins og ég segi, Og frænda minn, hver er frændið þinn? Frosti Valgarðsson. Frændi þinn úr Skagafirði, mikil Skagafirðingatenging alltaf þarna. Ég var líka alltaf vinnur Skagafjörð, það er þjálfað þarna. Þetta er svona einhvern veginn playoffs er mun verra en seasonið, fattar þú? Já, alveg mun vera. Þessi Selfoss-sería er miklu verra heldur en... Mér fannst Hauka bara að vera á pari bara 8, alltaf regular season. Já, ég er sammála því. Svo kemur þetta playoffs og mér leið alltaf eins og ættum að rústa þessu Selfoss-liði. Í öllum leikjum. Sama Já. þegar ég mætti að horfa á, ég var að horfa á leikina, ég var bara, hvernig eru við ekki 15-20 stigum yfir? En ég horfði á leik 1 og 5 í húsinu. Mér fannst það bara ekkert langa í neitt. Nei, þetta var bara, ég veit ekki alveg hvað það var. Það vantaði eitthvað pung eða eitthvað svona bara, eitthvað til að taka skarið. Það var engin glaður eða, það var engin ekkert fæt í þeim. Ekkert fæt, sko. En þetta myndi mig svolítið á, sko... Præjor bara að rusla mönnum Já. til þarna. Það myndi mig á, þegar ég var með Hauka í fyrstu deild, þá var búið að ákveða í byrjun, og ég náttúrulega bara tók undir það í öllum viðtölum þegar ég ætlaði að vinna allavega með 100 stigum og eitthvað, en þú veist, það liði var sett saman til þess að pakka deildinni saman, Já, sem það gerði, já. skilurðu. Þetta lið var ekki sett saman til að pakka deildinni saman, Nei. en ég upplifði sama ótta við að tapa þessum leikjum á móti Selfoss. Og við töpum þarna 2 leikjum þetta season með Hauka, Já. töpum fyrir Selfoss og Fjölni, 2 leikjum á seasoninu. Og ég upplifði, sko, þú veist, svona sama feeling bara í leikmönnum og klúbbnum, að það er bara vandræðalegt að við séum ekki að pakka það með 20. Það er bara, við megum ekki tapa, þú veist, þetta er Selfoss, þetta er Colin Pryor, þeir eru að pakka okkur saman, þetta er gamalt Colin Pryor. En sjáu þið, voruðu leik 5? Nei, ég var að vinna. Já, ég horfði á það. Já, ég var í húsinu. Ég hugsaði til, á einum tíma hugsaði ég, Selfossliðið mynd, ég fekk svona smá
Þannig Mars Madness feeling, háskólabólta, þarna voru fullt af einhverjum skólastrákum Já. og fullt af samneymundum þeirra í stúkunni með brjálaða stemmingu. Já, Mér finnst það nefnilega... Ég fór á leik 2 á Selfossi, Já, það var mjög góð stemning. já, og en haukafólkið, það var bara svona, ég veit ég fór á nokkra, ég fór á heimaleikina 1 og 3, já, þá mitt var bara Selfoss bara með einhverja gauðra að mæta, hvetja og garga og rífa þegar leik 1 voru þeir svona 10-15 og þarna voru sko 100 manns með Selfossi, með trommur og læti og þetta var alvöru stemming. En málið líka sko með Selfoss að þeir eru með 3 útlendinga. Vladovic hefur verið þarna áður og Colin Pryor náttúrulega bara fluttur á Selfoss. Já, byrjaði þar. Og byrjaði náttúrulega þar. Hann er selfisingur, skilur, hann mun bara klára ferilinn þar, hvað sem hann nennir að spila lengi. En fyrir utan þessa 3 sem bæði við stóðu sig, Kani var ekkert eitthvað frábær en hinir 2 stóðu sig frábærlega í seríunni. Fyrir utan þá 2 þá er þetta bara árgangarnir í kringum Birkir Hrafn. Já. 2006 bara. Birkir var nú mættur í stúkuna líka. Jaha, Í leik var ég eitt, já. einmitt. Og líka Skarphéðinn sem að fór yfir Þorlákshöfn. Já. Það 2 bestu leikmennirnir eru farnir annað og svo eru þetta allir hinigörðarnir. Já. Og þú veist, þeir eru allir mjög margir eitthvað segir, en þú veist, bestu 2 leikmennirnir er ekki með þeim, skilur við. Þú veist, þeir sem sköruðu fram úr, Já. Birkir náttúrulega uník talent, skilur við, og farin fyrir löngu. Já. Þannig að þú veist, þetta eru bara einmitt. Þetta er bara líð. Þetta eru bara bekkjarfélagarnir þeirra sem eru þarna í stúkunni. Bara, eins og ég sagði svo sem eftir, maður gerur fyrstildina einu einhverju þætti, að þjálfarinn í Selfoss bara gerði ógeðslega vel með allt þetta tímabil. Þeir voru bara svona alltaf einhvern veginn betri en maður bjóstu við. Já. Ógeðslega segir. Já, Bjarmi er að stýra, sonur hans í liðinu, búinn að standa sig mjög vel, eiginlega ennþá betur í seríunni núna heldur en á regular season, skilur. Já. Finnst líka svona aukaleikaratnir í Selfoss. Þeir urðu allir betri í seríunni heldur en á seasoninu meðan haukagaurarnir svona kannski tóku 1 skref aftur á bak, sko. Já. Ég meina það voru einhverju, ég fylgist nú allt í lagi með körfubolta. En sko það var einhver menn að skora eins og leika þannig 5 sem ég bara hver ert þú? Já. Sammála því. Það var bara allir að leggja í púkið. Já. Það kom bara alls konar menn inn og börðust og... Já. Það er bara stórt hrós á Selfoss. Áður við förum að ræða undanúrslitin. Hvað nú ert þú náttúrulega bara haukamaður og vinniðinir í liðinu að þjálfa og í stjórn og eitthvað, þú veist. Mér er alveg sama, skilur við, þó ég hafi unnið þarna í 3 ár, eða 2, 3,5. Hvað gerist núna? Er þetta, þú veist, ég sagði á hann, þú veist, þetta lið var ekki sett saman til þess að fara upp. Ég meina, Höttu var sett saman til þess að fara upp. Alltaf stjórnin lagði upp með þetta tímabil, ætluðu ekkert endalega að stefna á að fara upp, en tækið því að það gerist. En auðvitað ætluðu leikmenn og þjálfari að fara upp, skilur við, eins og alltaf fjöllin liðum, skilur við. Þeir stefna alltaf leikmenn og þjálfari að stefna á að vinna alltaf leiki. En er ekki öðruvísi að tapa finals einvíi fyrir Sindra? Jú. Einhver blóðu einvíi heldur en þetta? Það er bara verið frábæra árangur, skilur við. Er þetta ekki smá skellur? Jú, þetta er smá skellur. Stór skellur. Mér finnst þetta allavega bara ekki gott, sko. Hvað ætlaðu að gera? Ertu í stjórn eða? Nei. Hvað ætlaðu að gera? Já. Við ætlum að sæna Dominik Smilkas, við ætlum að sæna fullt af úrvalsdeildar útlendingum og fara beint upp. hann sem var hjá þér hana í lokin. Stephen Verplanken. Já, Stephen Verplanken, Milka, halda öllum sem eru núna og þá komist þið upp. Það fljúðu upp. En fyrsta deildin á næsta ári verður samt erfið, sko. Skaginn kemur niður og þeir ætla sér aftur upp. Já. Þeir ætla að eyða aftur, meina ég. Já. They ain't kidding. Já, bara flott. Og Þór Þórðarsson. Svo er Þór Þórðarsson búið að semja við, þú veist, Ísak, Purdue og Dabba og taka alltaf 4 útlendinga og verða bara ríkastir og bestir í fyrstu deild, sko. Úrvalsdeildar klúbur sem kemur niður. Vinni ekki haugana þegar þeir eru með þetta lið. Ég held að þeir verði bara í öðrum verðflokki í útlendingum en fyrstu deildar lið gera. Já, Stephen alltaf Verplanken eins, sko. Hann er bara í öðrum verðflokki heldur en flestir, held ég. Já, ert þú búinn að sæna hann? Ég ætla að sæna hann. Já, þú ætlar að sæna hann? Já, ok. Ég ætla bara að færa málið. Já. Svo þeir bara að byrja að heyri Milka núna. Já. Hvað ætlar að senda hann? Sorry, I talked bad about you for 7 years, but will you join my club? You big, hægur gaur. Kveðja, svo slæmi. Já, það er gott approach. Hvað gefum við seasoninu? Haugunum? Já. Regular season, fín. 6 með playoffs.
Ég, 5. 5 segi ég eins og Fjölnir bara. Hvað gáum við Fjölni? 5. 5. Þú varst í 4. Ég ætla að gefa þeim báðum 4. Getur ekki fengið meira en Fjarka. Þetta er fucking fyrsta dild. Þú kemst ekki upp úr 8 liðsúrslitum. Já. Og þú spila á móti einhverjum þrotamunum í 8. og 7. sæti sem að, ég ætla bara að fakta það að það er engin Íslendingur í Fjölni, í Selfoss, sem að slítur skópar, Nei. sem að fara 25 skall á mánuði, sko. Nei, takk. Þetta er bara gæjar sem að fara út í íþróttahús og, herru, er ekki æfing í dag, eða? Nákvæmlega. Þjálfi, ég kemst ekki á morgun, ég er að læra. Ok, mögulega mæta allar æfingar, en þið veit alveg hvað ég meina. Þetta er bara 12 að úlíuflokkur eitthvað að spila. Þú veist, þetta er bara, og sama með Fjölni, þú veist, þú hleður ekkert í Sigvalda og Viktor og tapar svo fyrir liði sem æfir 2 í viku þegar að menn koma. KVF regular season spiluðu ákveðna leiki þar sem að menn bara mættu ekki í leikina, sko. Ég gef Haugum aðeins herra bara út vegna þess að þeir eru með 1 kana á búið. Þeir eru ekki með neitt annað, skilur. En er ekki Fjölnir með 1 Evrópumann og, er ekki Soran og Will þá svipaðir, fattar þau? Jú. Og svo ertu með Fotios og Hodges svipaða. Fattar þau? Þetta eru 1,5 og 1,5. Já, cirka bótt. Er það ekki bara fair, eða? Jú. Eru bara 2 útlendingar í Haugum? Já, bara, ef þú vilt. Hodges og Soran. Soran er svona, já. Ég meina það. Býr hérna og vinnur hérna, hann er svona flugvallakanni eins og Will. Já, en við vorum samt að tala áðan bekkina í úrvalsdeild, þá vorum við að tala bekkina. Og nú er ég bara að tala líka... Svo lélur í vetur heilt yfir að ég get ekki gefa honum eitthvað... Nei, en andskotin hafið það, sko, mínir menn hann, Breki, Hugi, Hilmir, Alex Rapp, Frosti. Ég meina, Frosti er náttúrulega aðeins yngri, Frosti er á öðru ári eða eitthvað svona í alvöru. Kemur úr úrvalsdeildarliði. Já, en þú veist, hinir eru búin að spila, sko, bara síðan þeir voru 17 ára, sko, tvíbrarnir síðan þeir voru 16 ára. Já, ég veit það. Með 8, 9, 10 ára reynslu úr eftir 2 deildum, sko. Þeir bara eiga ekki að tapa fyrir aftur, með fullir vinningu og frábærlega gert Selfoss, frábærlega gert Eyþór, enninn flúðamaðurinn með frábært körfubolta IQ. Ótrúlega hvað við framleiðum af high IQ þjálfurum. Næsti bæjarstjóri á Selfossi frá Flúðum. Hver er það? Heiðrún. Já, hún er frá Gnúberg. Nú, Já. Ok. Hún vill ekki vilja bendla sig við hrunamann. Það byrsti afsökunar Heiðrún á þessu. Gnúbferji. Já. En var vissulega í flúðaskóla. Já, frá 8. bekk þá koma Gnúbergarnir þarna upp. Já, ok. Það sem ég ætla að segja er að þeir eiga í öllum heimum að pakka saman með fullri virðingu, Ara Hrannari, Tristan Mortens, fullt af gaurum sem að maður sem að þekkir alla veit ekki hverjir eru. Ég er alveg sammála þessu. Ok, þá gefum við báðum þessum liðum Fjarka. Já. Það er bara lélegt að tapa líka fyrir liði sem er fyrir neðan þig í töflunni, er það ekki? Þetta er 3 og 8 og 4 og 6. Nei, 4 og 7. Hvernig fara undanúrslitaleikirnir, strákar? Þetta er Sindri Selfoss. Ég held bara með KF, sko. Og KF Breiðablik. KF fyrir mínu menn bara here on out. Sindri... Taka KF sæti í úrvalsdeild þegar þeir komast upp? Það er ekkert sem bannar það. Fjárhagur Vesturbæjar bannar það. Ég meina, það er ekkert í regluverki sambandsins sem bannar þeim að fara upp. Þeir eru bara félag með... Sérfélag. KFG er sérfélag. Ég held þeir tækju ekki úrvalsdeildarsæti. Það er svo IS í gamla dag, eða munið til þeim. Já. Þeir voru alltaf, þá á þeim árum var alltaf að spila eitthvað næsta liði í efstild, spilaði næst efsta liði í fyrstild. Að hvort liðir áfram, svipað eins og play-offs í fyrstild, hvernig er núna? IS komst alltaf í einn leik og tapa hann viljandi. Viljandi? Spennavast í úrvalsdeild. Já, en kallaliði vildi aldrei fara upp. Þeir voru bara, það voru að tala um svona kringum 90, áður neður hættu svo endanlega. IS var náttúrulega, sko, Íslandsmeistari 78. Já. Spiluðu Barcelona, Evrópuleik. Stórt. Ég held að Haukar hefði komist upp eða þeir hefði klárað seríu, sko. Já, verið í góðum sens. Mér finnst það algjör klóðaskapur, en sko ég held að Sindri sópi Selfoss, sko. Já, ég held líka. Hættan á því, hættan er svo. Mér finnst þið bara svo... Þeir matcha svo vel upp, þeir eru svo þungir með Gigliotti og Gísla Hals og Kanin er þykkur í Sindra. Þeir geta pándað það svo mikið inn í teik, sko. Og svo líka, með þess að ungu menn í Selfoss, þeir eru búin að vinna, þeir geta verið bara mettir. Ég spáði 3-0 hengið upp í klefa á Selfossi. Og það er ekki sem er rólurnar í Sindraliðinu eins og er í Haugum. Þið veitir hvað... Rólurnar. Nei.
Þið veitir hvað gerðist, eitt af því sem að hjálpaði Selfoss að vinna Hauka. Þeir sáu allt í einu stubb hana fyrir leik að það var að byrja að selja mið á Hauka Breiðablik. Ha? Það eruðu tæknileg mistök, ekki að kenna neinum það, en það gerði. Menn vangaðir eða? Stendur þú fyrir þessu Steinn? Já. Nei, ég held að hérna, það er mjög líka erfitt að fara á Höfn. Það er mikil stemning Já. og hérna, Það fara ekki jafnmargir með á Höfni svo komu Ásvelli, sko. nei, einmitt. Hver veit, vonandi. Það er vonandi, en húsið er bara svo Þeir eru á þannig aldrei að þeir hafa ekkert annað að gera en að drulla sér á Höfn með hérna, bjór og trommur á 50 í prófatörn á FSU, sko. Er ekki 3,5 eða eitthvað frá Selfossi? Ég leigja sumarbústaði jafnvel og eitthvað. Eða eins og það gerðu þannig íringarnir hérna Viðar og það voru ekki 2 íringar, þeir fóru með fellihísi eða húsbíl eitthvað þegar ír var að spila við Sindra og hún voru á tjaldstæðinu. Það er enda grjótast. En hvernig verður hitt einn við? KVF Blix. Homecoming of Hrafn í Frostaskjól. Sko ég held að þetta verði alveg leikir sko. KVF eru bara ógeðslega ólsegir sko. Hjálpar það ekki KVF? Ká er þetta út. Ká er þetta dottið út. Það er alls sem ég er að hugsa. Þú getaði bara einbeitt sér að þessu. Er Frikki löglegur með KVF? Nei, Er hann 7 mínútur, veistu? það hlýtur að vera. Getur þú fundið það? Þetta hlýtur að vera Þorvaldur Orri og KVF. Ná, þetta hlýtur að vera Þorvaldur Orri og Friðrik Anton 6-7. Ég er ekki seldur sko. Hver annars? Ég er ekki viss. Þetta eru 4 útlendingar, Tóti Turbo, Þorri og svo er Friðrik Anton alltaf 7. mínútu hæst. Gæti verið Veigar ágætt alltaf meðaltalið við tímabilið sko. sko Friðrik er með 20.48 og Já, hann er líklega 7 mínútur hæsti. Þorri er yfir og Þórir Er einhver annar og KJ 3 komnir og Linnards gott út af? 4 Jó, hann er 7. Hann er 7. Já. En já, ég held að þetta verði hörku serja. Ég held að Blikar hafi þetta 3-2. Ég held að það sé út af því að Sardar Calhoun er ógeðislega góður og það verður erfitt fyrir KVF að taka heila seríu þar sem þeir taka svona aðeins of góður fyrir fyrstdeild Kana. Já, ég veit ekki. Mér bara langar að KVF finnir sko. Ef þú myndir spyrja Það er gerfugreindina þá myndir hún segja Breiðablik. Já, ég held það líka. Ég held að á blaðið þá eiga Blikar að taka þetta. Á blaði átan alltaf vera Blikar Sindri sko, en það eru þeir að mæta lower seed úr áttaleguslutum sko. Já. Sjáum við það bara ganga upp. Oddalegur, allir glaðir. Menn það hefur gerst í efstöld kalla að 2 lowers seed fari í final, sko. Já. Það var ekki KRI-er. Þau voru bæði úr lower seed. Jú, akkurat, með Dinunjó-liðið. Já. Ég held að í engum heimi fáum við KVF Selfoss. Nei, Það væri rosalegt sko. Já. það verður bara hálf kjána. En Bjarmi saði eftir síðasta leik að Selfissingar eru búin að stefna að komast upp frá því áramót. Eða meintan stefna ofar. Nei, ég veit það ekki. Ég tók því þannig að Selfissingar séu að stefna að fara upp sko. Það er bara flott við þeim, gott að hafa hlut markmið. Það vilja það allir. Ég sé það ekki gerast. Erum með Colin sem Íslending, fá Skarphéðinn heim úr Þorlákshöfn. Allt hægt. Fá Birkir Hrafn heim. Hann er ekki komið heim. Fá Kalla Hannibals heim. Hver eru fleiri Hann Selfissingar? er fastur á króknum. Hver eru fleiri Selfissingar? Fá Já, Vésteinn og Árnar Rakk heim. Árnar Rakk Fá Brynjar Karl heim. Herru, Gylfi Þorkels aftur eða? já. Ari þetta eru Gylfason. komið út í rugl. Erum við þá bara góðir eða? Já, eða ekki. Nefnum við viljum meira ráðgjöf. Ég ætla að fá þau off the air. En viltu eitthvað Rúna færa yfir þessi dómara atvik sem það væli yfir daginn eða? En svo, er eitthvað, með eins og komið einspurningu, Já, það mátt alveg spyrja, ég lof ekki að svara. er eitthvað tímarammi þegar menn færi skjáinn sem Já. mega að vera max lengi? Nei. Það er engin. En Heyrðu. heldur að sé eitthvað í bígerð með það? Nei. Það er ekkert að fara að gerast í FIBA að þeir setja tímaramma á þetta. Ég er að segja ykkur það. Menn rifu sig í gangi eftir randið mitt. Ég sverða. Já. Það var tekið eitthvað örnámskeið á liði sem er á tökkunum. Það Það gekk vel í gær. Gaurinn á tökkunum er náttúrulega einhver bara frá sín. Já. og Já, halló, Matti var að tuða aðeins að æsa í þeim sko. En sko, þið kannski tekið eftir að dómarar eru farnir að tala, það sem þeir segja í þeir eru að skoða, það er sendt í loftið á sín. Já.
Þannig að það er búið að fara, dómarhópurinn er búin að fara niður á sín tvisvar í vetur til að æfa sig. Já. Og er þá með gaurnum sem að, Já. það er einn gaur sem hefur verið að æfa sig með þeim, þannig að þá eru samskiptin orðin aðeins betri. En hann var reyndar ekki í gær. Nei, en sko, ok. Ég var bara eitthvað svona að spá hvort það sé, sko, FIBA leggur áherslu á það, reynum að vera fljótir. já, en leggur FIBA áherslu á það og svo skulum við slaufa þessu áður en allir dreipast úr Ég leiðindum. maður aðra spurningu. Ok, ég meina spurningu og Steinar spurningu. Spurningi mín er, leggur FIBA áherslu á það að í bara fyrstu 25 mínútur leiksins bara, hei, gamli, farið í skjáin eins mikið og þið þurfið til þess að hafa allt rétt, fullvissið ykkur. Það er ekkert svoleiðis. Það er bara matdómar sem hverju sinni Okay. hvað honum finnst. Og menn eru misjafnir. Og sumar þjóðir hafa með þess að sko breytt, vinna ekki einu sinni eftir FIBA-reglunum því að, Má það? ACB er náttúrulega ekki undir FIBA, þú veist, spænska deildin. Nei. Þú veist, það er bara sér fyrirtæki og þeir geta gert það sem vel. Euroleague er með aðra reglur Af og hverju, já, hérna, Euroleague er sér, er ekki með FIBA. Já, ég ACB, þýska deildin, hún er sér fyrirtæki. Þú veist, það eru svo margar toppdeildir í Evrópu sem er ekki undir FIBA. En við spilum á Íslandi alveg eftir FIBA-reglum og FIBA er alveg sendt pósta. Ef þið spilið getur okkar reglum þá verður þið settir út úr FIBA. Væri það heimsendir? Það var út úr FIBA? Já. Já, Ok. það væri heimsendir fyrir okkur. Ég er bara að spyrja. Hver er spurningin þín? Ég er nokkuð að spyrja annað núna, af því að ef þessar deildir geta verið fyrir utan FIBA, er það bara út af fjármagni sem þeir fá. Þetta er bara svo NBA er sér fyrirtæki. En fáum við eitthvað fjármagn frá FIBA í raun? Nei. En hvað er það ókostur að fara út af FIBA? Það var bara hvað landslið okkar hættir og, þú veist. En Þýskalandi með landslið og... Já, þeir eru með allt fyrir neðan eftir deildina er í innan FIBA. Já. Hver er spurningin þín? Ég ætla að spyrja með af hverju var engin bönn í Grindavík nærvægslagsmálunum? Þetta spyrja mann sem situr í úrskurðunum Já. og var eftirlitsmaður á leiknum. Já. Er það ekki einhver áherslu að vera ekki með leikbann? Sko, Þú mátt alveg segja það. Já, ég meina á þinginu 2023 var samþykkt að breyta refsingakerfi tveimur efstu deilda karla og kvenna. Já. Að fyrsta grunnrefsingin er sekt en ekki bann. Ok. Þannig að til að menn fá alltaf sekt fyrst en það er hægt ef það er eitthvað í mæningu stendur nákvæmlega, ef það er ekstra mikið þá má setja bann ofan á það. Ok. Þannig að grunnrefsingin er alltaf sekt í dag. Ok. Þess vegna er allar þessar sektir og það sem var bætti líka 2023 sem það tók svo ekki gildi fyrir en síðasta haust, 2 ára seinna. Það var verið að vinna reglugerðina. Það er þetta með að þú fær 4 tæknivillur þá fyrir sekt, eða það fær 6 sem er rauninni bara verið að pikka upp það sem að fótboltinn er með. Þess að búið verið alltaf veitur bara, alltaf maður sér reglulega að koma eitthvað sektir inn. Fótboltinn með 4 gul spjöld er bann. Já. Þannig að í staðin fyrir bannið það færi sekt. Ég er mjög hlindur þessar reglu sko. Já, Ég er með ánægði með þetta að sé engin bönn, sem fæst bönn. Svo eru alltaf fáir góði leikmenn til þess að vera með leikbann. Já, ég meina, það er eins og við vorum að tala eftir þessi slagsmála, í einhverjum sérfræði þáttum bara, allir að spila, Meina, í mörgur löndum eru bara sektir, engin bönn. Þannig að það er alltaf að vera að prófa þetta, Þess er ég bara að spyrja. Ég er líka alveg til að nefnilega miðlaus. Já. Takk fyrir það og takk fyrir komuna. Þetta var 90 minútur þáttur sem er vel gert með svona fáa leiki í gangi en marga leiki sem skipta máli. Já, og hérna góða ferð til Keflavíkur. Takk að þið fyrir. Áfram Karfa, eða ekki Steinar? Flesta leiki. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya. You ain't real, hope ya.